Settur fundur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 17. desember og við förum í fyrsta dagskrárlið sem umræður niðurstöður PISA-könnunar og fyrstur á mælendaskrá borgarstjóri. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, það er mér mikil ánægja að fá að hefja hér umræðu niðurstöður síðustu PISA-könnunar sem að hefur verið mikið til umræðu bæði hér á landi og víðar og svona þar sem að tölur sína og mælingar að árangri íslenskra barna í ákveðnum námsgreinum fer hrakandi og eða ekki nægilega góður og mér það er náttúrulega búin að vera mikil umræða í fjölmiðlum og svona og helst þá leitin að því hverju sé að kenna og fólk hefur ólíkar mismunandi skoðanir á því og allt frá því að kennslunni sé ábótavant og til þess að könnuninni sé ábótavant og hún sé ekki að mæla rétt og eins og segir í ljóðinu sem ég ætla að vitna í með leyfi forseta að sigra heiminn eins og að spila á spil með spekingslegum svip og taka í nefið og þótt þú tapir það gerir ekki til því það er vitlaust gefið og aðallega heyrir maður umræðuna og það er kannski það sem að svona ristir dýpst í okkur það er þetta með lesskilningin og ég hef fylgst með þessu með umræðunum hér og líka í Svíþjóð. Ég fylgst svolítið með umræðunum í Svíþjóð vegna þess að Svíþjóð er líka að falla í svipuðum stíl og við, er svona í samræmi við okkur og þar hefur sama umræðan verið í gangi, það er að segja hvað er að og hvernig er hægt að bæta úr og margir vilja meina að sko könnunin meti í rauninni
þessi metin út frá svona klassískum kennsluaðferðum eða kennslugildum, svona sé svolítið sett fram á grundvelli klassískrar kennslu. Þar sem að markmiðið fyrst og fremst markmiðið að kennarinn uppfræði og nemandinn læri. Svolítið bara svona, já, leggja á minnið staðreyndir. Og sem síðan á móti líka kennsluaðferð sem að sætt hefur aukinnar gagnrýni vegna þess að hún í svolítið svona andstöðu við skapandi hugsun, eða hún ekki sköpunarhvetjandi, skulum við segja, og ekki alveg gert ráð fyrir skapandi hugsun í þessari hefðbundnu kennslu hugmyndafræði og til dæmis kemur þessi gagnrýni víða fram og kannski einna þekktasta dæmið kannski fyrirlestur sem að Sir Kenneth Robinson hélt á TED-ráðstefnu, fyrirlestur sem heitir Schools are killing creativity og hefur vakið gríðarlega mikla athygli og vangaveltur eðli, hlutverk og tilgang skólakerfisins. Eða það að segja að hversu miklu marki skólakerfið skuli uppfræða og af hve miklu marki skólakerfið skuli leyfa frjálsa hugsun eða skapandi hugsun. Og það er jú svolítil svona tilhneiging til þess að reyna að finna einhvern blóraböggul og það er mjög þægileg leið. Það er oft mjög fljótleg og þægileg leið til þess að leysa vandamál eða sérstaklega mjög flókin vandamál sem erfitt að skilja, að skella skuldinni á eitthvað eitt eða einhver tugarfar, einhverja stofnun eða þjóðfélagshóp eða eitthvað svoleiðis. Og það hefur vissulega verið reynt að gera það og fólk segir ýmislegt svona að vill kenna einhverjum og ég hef séð alls konar kenningar það hverjum sé að kenna og svo náttúrulega fólki stillt upp við vegg og svona stjórnvöldum og ég sá viðtal við menntamálaráðherra til dæmis út af þessu og hvað skal til bragðs taka en
Já, ég vildi nú sko fyrst og fremst bara hvetja til áframhaldandi umræðu, þannig að þetta væri ekki bara eitthvað svona sem að væri í brennidepli í einhvern stuttan tíma, heldur eitthvað sem að við veltum fyrir okkur og héldum værum vakandi fyrir hér. Sko, það nefnilega með þessi menntamál og skólakerfið og allt þetta, þetta er náttúrulega alveg gríðarlega flókið og að mínum dómi þá hefur skólakerfið, og það er bara mitt mat, mér finnst skólakerfið hafa batnað alveg gríðarlega mikið og bara frá því að ég var sjálfur í skóla og margt sem að hefur lagast og en aðrir vilja líka meina, og mér finnst það líka alveg gild rök, að margt hafi líka kannski glatast og svona ákveðnar hefðir eða ákveðin agi sem að hafi glatast. Ég svona legg nú ekki alveg, get nú kannski ekki alveg lagt mat á það, en auðvitað er þetta mikið byggt á persónlegum skoðunum mínum og persónlegri upplifun minni af skólakerfinu sem nemandi og sem foreldri og svona það sem að er kannski mikilvægast eða kannski það sem er merkilegast er ekkit endilega alltaf það sem að nýtur mestrar athygli. Það að hlutir séu umtalaðir eða fái mikla athygli þýðir ekkit endilega að þeir séu merkilegir, og hlutir sem fá litla sem enga athygli þýðir ekki að þeir séu þar af leiðandi ómerkilegir. Og ég hef bent á það oft að í til dæmis umræðum eins og varðandi niðurstöður PISA að þá er þetta sem að snertir sko lestrar kunnáttu eða bara lestur, þá er sem sagt niðurstaðan sú að færri börn geta nú en áður lesið sér til gagns og einhvern veginn í hugum margra þá verður það einhvern veginn eins og krakkar séu hættir að kunna að lesa. En það er samt ekki alveg svo einfalt.
þau get ekki, já, þau hafa minni og minni sem sagt samkvæmt forsendum könnunarinnar minni og minni getu til þess að lesa sér til gagns og þarna kemur aftur á móti, þarna kemur svo skýrlega ljós líka þessi hugmyndafræði þetta erum að tala sko hið skapandi skemmtilega skólakerfi sem væri þá skólakerfi sem að gefur rými fyrir skapandi hugsun og leggur áherslu á að draga úr einelti og auka vellíðan nemenda versus skólakerfi sem að leggur minni áherslu á skapandi hugsun og vellíðan nemenda en meiri áherslu á utanbókarlærdóm og þarna kemur líka svo glöggt í ljós að það sko það er ekkert verið að mæla sem sagt þegar við segjum að börn séu færri og færri börn geti lesið sér til gagns. Við erum ekki að ræða að hvort að fleiri eða færri börn lesið sér til ánægju. Það er bara einfaldlega ekki það sem er verið að skoða og niðurstöður könnunarinnar gefa okkur tilefni til þess að ræða saman og reyna að koma okkur saman einhverja niðurstöðu eða fá einhverja með samræðu að fá einhverja mynd af því hvað við erum að takast á við og hvað við viljum fá hvað besta mögulega pródúkt sem við getum fengið og einhvern veginn að þá lítur þetta líka að því að við viljum finna jafnvægi, við viljum að þessi jafnvægi og auðvitað vill óskar maður krökkunum sínum þess, náttúrulega fremst af öllu, að þeim gangi vel í öllum sínum verkefnum í skóla og fái góða umsögn eða góðar einkunnir, en maður vill líka að þeim líði vel og fái útrás fyrir sköpunarþörf sína. Og svo viljum við líka að börnin okkar séu örugg, félagslega örugg í skólum, að það sé gætt að öryggi þeirra og þegar að uppkoma árekstrar eða vandamála þá sé tekið á þeim á einhvern vitrænan hátt eða einhvern uppbyggilegan hátt. Og þannig að það er svona þessi leit að jafnvægi sem að við þurfum að finna. Og ég hef verið þeirrar skoðunar að lykillinn að stóru málunum liggi oft í smáu málunum og það séu við vanmetum oft eða okkur kannski hætti til þess að vanmeta vægi smáatriða og kannski svona sjáum ekki alltaf trén fyrir skóginum sem er ákveðin bara tegund af skynvillu. Við sjáum skóginn sem einhvers konar heild en við sjáum ekki stök tré og finnst kannski eitt stak tré ekki skipta neinu máli. En ef ekkert stakt tré væri þá væri engin skógur
og sama hátt má segja að ef við erum til dæmis með risastóra hurð, kannski 4x2, 2 metrar á breidd og 4 metrar á hæð og kannski 36 centimetrar á þykkt, hæglarinnar hurð. Og við erum að velta því fyrir okkur hvernig maður opni svona hurð. Þá getur það komið mörgum óvart að lausnin er í lyklinum og lykillinn oft bara pínulítill. Það getur verið pínulítill, við sjá allir eins og bara peningaskápa sem eru varðir jafnvel fyrir kjarnorkusprengjum, en þá getur lykillinn sem að opnar hvelfinguna, bankahvelfinguna, hann getur bara það lítill hann komist fyrir jafnvel í vasa og virst óskup ómerkilegur svona þegar hann hangir á kippu eitthvað staðar. Þetta er nú bara ómerkilegur lykill, en það er bara því þú veist ekki að hverju hann gengur. Þannig að ég tel mjög mikilvægt og það er ekkert eitthvað sem ég tel, ég bara veit að það er mjög mikilvægt að við nákvæmlega hér ræðum þetta og hér á þessum vettvangi, og ég hlakka til að heyra umræður og ég hef svo sem ég hef til dæmis bent á hluti sem að mér finnst, og ég verð að segja það, þegar ég kom hér inn til starfa hjá borginni, þá hafði ég svona blendnar tilfinningar gagnvart skólakerfinu og bæði út af minni persónlegu reynslu af skólagöngu og hvernig ég átti uppdráttar í skóla og svo líka svona út af börnunum mínum í gegnum tíðina. Og auðvitað hef ég fengið mikið dýpri skilning á skólakerfinu og skólastarfi í starfi mínu sem borgarstjóri og fengið allt aðra sýn, og ég hef séð líka og það hefur verið mér alveg ákaflega ánægjulegt að sjá hvað margt hefur færst til betri vegar og hvað þessi atriði sem ég var að telja upp hérna áðan eins og árangur og líðan ná að haldast í hendur, að börnum líður almennt vel í skólum og árangur er almennt góður, og síðan eru frávik og vandamál og það er reynt að taka á þeim, og það eru til skilvirkar, vitsmunalegar leiðir til þess að taka á vandamálum sem uppkoma. Þannig að ég bara hlakka til að fylgjast með og heyra umræður hér í dag. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir. Frú forseti, ágæta borgarstjórn. Ég fagna því að borgarstjórn Reykjavíkur setji þetta mikilvæga mál á dagskrá, niðurstöður úr PISA-mælingu 2012. PISA-mælingin er afar gagnleg mæling og í henni er að finna mjög mikið af upplýsingum sem þó eru ekki nægar ein og sér, heldur verða sveitarfélög og þjóðir
og jafnvel svæði heims sem bera sig gjarnan saman hver við aðra að leggjast í mikla vinnu við að greina gögnin og skilja orsaka samböndin sem fram koma í PISA. Þessi vinna fer í rauninni formlega strax af stað leið og niðurstöðurnar liggja fyrir. Við höfum nú allra síðast, bara í dag, fengið í hendurnar samantekt sem gerð var fyrir SSH, eða Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, og það á vegum þeirra metnaðarfulla verkefnis sem tengir sóknaráætlun fyrir höfuðborgarsvæðið og nefnist skólar í fremstu röð. Og þó við höfum ekki fengið mjög mikið svigrúm til þess að kynna okkur þau gögn, þá má strax sjá þegar rennt yfir þau að það er mikill fengur að þessum upplýsingum. Það er mjög mikill fengur að því að sjá hvar við sveitarfélögin sem þjöppum okkur saman hér á suðausturhorninu, hvað við getum lært hvert af öðru, og við vitum að Holt er alltaf heimafengið og við eigum að sjálfsögðu að líta hvert til annars þegar kemur að því að búa til góða og sterka skóla. Þannig að ég vil nú bara fá að lýsa við mikilli ánægju með þetta verkefni og þann anga þess sem lýtur að þessari sérstöku úttekt á stöðu sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Það sem er líka gagnlegt við þá úttekt er að þarna getur Reykjavík og svo stærri sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu borið sig saman við sveitarfélög á Norðurlöndunum af sambærilegri stærð, og það er einnig mjög mikill fengur af þeim samanburði og eitthvað sem við getum virkilega lært af. Við erum ekkert í sérstaklega einstakri stöðu hér á Íslandi eða hér í Reykjavík. Það sem er kannski mest sláandi við niðurstöðu PISA mælinguna er þessi miklu munur sem er að verða á höfuðborgarsvæðinu annars vegar og landsbyggðinni hins vegar. Við ræðum það kannski ekki sérstaklega hér, en höfuðborgarsvæðið og Reykjavík þar með er heilt á litið að glíma við svipaða hluti og þjóðir annars staðar, til að mynda þjóðir á Norðurlöndunum, og þá sérstaklega með dalandi árangur og sérstaklega með lesskilning í huga. Þannig að við getum lært mikið hvert af öðru og ég held að það sé ekkert svo óraunsætt að ætla að næsta ár fari meira og minna í að skoða þessa könnun og vinna frekar úr þessum gögnum og smátt vinna það inn í aðgerðaráætlanir sveitarfélaganna. Annað það sem tengist sterklega inn í það að meta hvernig PISA kemur út og hvernig við getum nýtt okkur niðurstöðurnar er sú mæling sem snýr að kennurunum sjálfum og þeirra starfi. Sú könnun er líka á vegum OECD, kemur út í júní og ég hlakka ekki síður til þess að sjá þá könnun. Hún lítur sem sé að því hvernig kennarinn í íslenska skólanum, hvernig hann vinnur, hvað aðferðum hann beitir og ýmislegt annað gagnlegt. Því að við vitum það að góður skóli byggir fyrst og síðast á góðri kennslu og við höfum síðustu árin í Reykjavík og eflaust víðar lagt mikla áherslu á kennsluhætti. Hvað gerist inni í kennslustundinni og hvernig er gæða kennslustund uppbyggð? Þetta hefur verið ákaflega gagnleg vinna og ég segi að við höfum aldeilis ekki að hvika frá henni heldur ef eitthvað er gefa frekar í. Við höfum til dæmis verið í samstarfi við skóla erlendis, sérstaklega í Bretlandi, sem hafa náð mjög góðum árangri með kennsluhætti og sú vinna hefur skilað sér í bættum námsárangri beggja kynja. Þannig að eitthvað þar er gert rétt og mjög mikið efni sem að liggur eftir þær heimsóknir og mjög margir skólar í Reykjavík sem hafa bæði heimsótt skólann og fengið skólastjórann til liðsvís í ýmiss konar þróunarverkefnum og það er vel. En þetta er auðvitað mikill galdur kennsla, hvað kennarinn gerir, hvernig hann kveikir áhuga hjá sínum nemendum, hvernig hann viðheldur þessum áhuga, hvernig hann gerir markmið með kennslustundinni skýr og skiljanleg og hvernig hann beitir fjölbreyttum aðferðum til þess að ná á sem fjölbreytilegastan hátt til sína nemenda. En stóra spurningin er, hvað er það sem góður kennari gerir og hvert er orsakasamhengið? Og það er fyrst og síðast mikilvægt að muna að það sama virkar líklegast aldrei í mismunandi löndum og í mismunandi menningu. Og það er það sem að
námsmatsstofnun og aðrir sem að leggja sig eftir svona þróun skólastarfs og svona að leita upp í besta menntakerfið ef að það einhvern tímann hægt að halda slíku fram að þessi til besta menntakerfið og ef að sú formúla, ef að hún mun einhvern tímann finnast þá væru líklega allir að vinna eftir henni. En það ekki svo einfalt vegna þess að hver og einn þjóð býr yfir ákveðinni menningu. Okkar menning sérstök fyrir margra hluta sakir, að mörgu leyti mjög sterk og jákvæð og svo eru aðrir hlutir sem við viljum bæta úr. En það þýðir ekki að taka það besta sem aðrir gera og reyna einhverju leyti að stæla það á öðrum stað. Það hafa margir farið flatt á því. Þannig að fyrst og síðast þurfum við að vita hvar við stöndum sterk og hverjir eru okkar styrkleikar og okkar sérstaða og vinna svo með þá og byggja ofan á það. En það sem að allir eru sammála sem koma að samanburðarmælingum milli þjóða og öðrum lestri gagna skólastarf og skólakerfi að það ekkert í þessu einfalt og í þessu lúra gjarnan margar þversagnir sem gerir nú líka PISA-könnunina og umræðinu hana alltaf dálítið forvitnilega og raunar mjög áhugaverða. Að mínu mati þá gefa þessa niðurstöður og í raunar niðurstöðuna síðast og þar síðast líka þær gefa mér til kynna að það mjög ríkt tilefni til þess að standa fast á þeim breytingum sem eru núna í innleiðingu og hvika ekki frá þeim. Ég held að þar séum við á ákaflega góðri leið. Nefni ég þar lengingu kennaranámsins, svo það önnur umræða hvort að sú lenging hafi verið útfærð með skynsamlegustum hætti og sú umræða fer fram í ráðuneyti menntamála og á vettvangi háskólans, menntavísindasviðs. Annað það sem jákvætt og það sem gengur mjög vel í innleiðingu í skólastarfi allra skólastiga, það eru nýjar aðalnámskrár og grunnþættir menntunar. Mér finnst kennarasamfélagið almennt og skólasamfélagið hafa tekið þeim nýju aðalnámskrám vel og fagnandi og það mikil og góð vinna í gangi út í skólunum við innleiðingu þeirra. Áhersla á læsi allt frá fyrstu árum leikskólabarnsins að verða okkur ljósara mikilvægi þess og vitna ég þá til alíslenskra rannsóknar sem okkur hefur mjög skort en nú hefur hún litið dagsins ljós og sýnir okkur að við getum strax frá 4 ára aldri barna og í raun fyrr greint hverjir það eru, hvaða börn það eru sem munu lenda í erfiðleikum á námsleiðinni síðar meir í lestri og það auðvitað mjög mikill fengur að því að hafa fengið það staðfest. Á grunni þessara rannsókna og áherslu Reykjavíkurborgar á læsi almennt höfum við nú samþykkt nýja læsistefnu leikskólana sem mjög mikilvægt verkfæri til þess einmitt að þessi fjórðungur barna sem í ljós kemur að mun eigi erfiðleikum síðar á námsleiðinni allt fram á unglingsár og fullorðinsár, við getum gripið þau strax í leikskólanum. Og þetta auðvitað mikið langhlaup því þarna við að tala börn sem eru núna í leikskóla og að byrja í leikskóla næstu árum en það skólaþróun yfirleitt, hún alltaf langhlaup og krefst úthalds. Annað það sem ég finnst mjög mikilvæg þróun í þessu samhengi öllu og tengist breytingum sem eru á næstunni eða í deiglunni og í bígerð og það nýja námsmatskerfið fyrir 10. bekkinga. Það má gagnrýna og það ekki fullkomið og við vitum ekki nákvæmlega hvernig það mun koma út en í grunn hugmynd þess þá verið að færa nám eins og borgarstjóri virðulegu kom hér inn á í sinni ræðu frá þessum utanbókalærdómi og aðaláherslu á þekkingu yfir í hæfni og viðmiðum hæfni, hvernig þú sem nemandi geta beitt þessum aðferðum sem þú hefur lært. Og þetta grundvallarbreyting á námi. Þetta átti raunar að taka gildi strax næsta vor, hefur verið frestað 1 ár og því fögnuðu allir því að þetta breyting sem að sérstaklega nám á unglingastigi mun þurfa góðan tíma til þess að ná betur utanum og gera vel. Þannig að allar þessar breytingar eru jákvæðar og ég tel mjög mikilvægt að við hvikum ekki frá þeim. Og þegar ég segi við þá ég auðvitað ekki bara að tala okkur hér inni því að þarna mikilvægt að þeir sem hafa löggjafarvaldið og skipuleggja til að mynda kennaranámið og svo framvegis séu með okkur í liði.
Við áttum ágætisfund með ráðherra og starfsliði úr ráðuneyti menntamála, skóla- og frístundaráð í síðustu viku sem var gagnlegur fundur og þar var einmitt ábyrjandi þessi samhljómur að við ættum að skilgreina hver sérstaða okkar hverjar breytingarnar eru sem jákvæðar eru fyrir skólakerfið, halda fast utan þær og leggja mikla rækt við að innleiða þær farsællega en að skoða svo vel hvar ábjátar og hvar við viljum standa betur og gera betur. Og ekkert í þessu væri hægt að laga með einhverjum skyndiáhlaupum eða átaki. Heldur væri þetta samstillt átak sem tekur tíma að vinna með og vinna úr. Það eðlilega mikil umræða lesskilning og lestur og þær áhyggjur eigum við sameiginlegar með öðrum þjóðum í Evrópu og Norðurlöndunum að það dregur úr lestri og það dregur úr árangri nemenda, 15 ára ungmenna, hvað varðar lesskilning. Og þarna kynjamunur sem hefur lengi loðað við, sérstaklega þegar lestur og lesskilningur skoðaður. Ég fann rannsókn allt frá árinu 1968 þar sem strax komu fram neikvæðari viðhorf stráka í garð lesturs og minni ánægju stráka af lestri en stelpna. Og eins og ég segi þá hafa önnur lönd burðast með þessar áhyggjur lengi. Sum lönd upplifa ekki þennan kynjamun, til dæmis Danmörk og það samband kemur mjög skýrt fram í PISA en eins og ég sagði þá ekkert endilega vitað af hverju og Danir vita það í raun ekki sjálfir. Ekki þannig að þeir geti útskýrt það í stuttu máli allavega. En þarna eitthvað sem við viljum gjarnan skoða og læra af. Hvað gera þeir? Í náttúrufræði mjög lítill kynjamunur, nær enginn. Af hverju það? Hvað það sem sker náttúrufræðina úr? Og af hverju þessi mikli kynjamunur á Íslandi og í Finnlandi? Hann raunar mestur í Finnlandi af Norðurlöndunum. Og þetta líklegast eilífa verkefni að skoða og skilja þennan kynjamun. Hann alvarlegur og það eru skiptar skoðanir hvað þarna býr að baki, hvaða skýring að leita í skólanum, námsaðferðum, kennsluháttum, hvaða skýring að leita úr samfélaginu. Það hefur þó átt sér mjög ánægjuleg þróun sér stað í Reykjavík nú síðustu misseri að við mælum mikinn mun, jákvæðan mun á áhuga og ánægju stráka af lestri í 7. til 10. bekk. Og þetta eigum við í raun eftir að fá kynjagreint betur fyrir okkur en þetta auðvitað árangur mjög markvissrar hvatningar í skólunum og mikillar umræðu í skólasamfélaginu lestur, læsi og stráka. Og síðan hafa margir utanaðkomandi lagt okkur lið, til dæmis hefur Þorgrímur Þráinsson rithöfundur unnið mjög öflugt og borgaralistamæður, unnið mjög öflugt starf við að hvetja stráka til að lesa og fengi til liðs við sig ýmsar fyrirmyndir úr íþróttageiranum til dæmis. Og allt skiptir þetta máli. Lestrarhátíð í október skiptir líka máli. Þó að átök séu ekki endilega þar sem skilar alltaf mestum árangri, þá hefur lestrarhátíðin og ýmis konar lestrarhvetjandi átök eða verkefni haft þessi mælanlegu og merkjanlegu áhrif að strákar í Reykjavík hafa af öllum strákum á Íslandi mestan áhuga og mesta ánægju af lestri. Og það vel og áfram veginn. En eins og ég segi, við eigum rannsóknir, við eigum mikið af gögnum, við vitum að tengslum sem dúkka upp aftur og aftur, til dæmis kynjamunin, en við þurfum að skilja orsakasamhengið. Af hverju hann? Hann menningabundinn? Skýringan að leita í skólanum? Skýringan að leita í netnotkun? Það nú einn af athyglisverðum punktum sem koma fram í SSH-greiningunni að netnotkun reykvískra ungmenna eða ungmenna á höfuðborgarsvæðinu, hún minni en á Norðurlöndunum. Og það kannski gleður marga að heyra þetta, því að þetta svona gjarnan því sem telt fram að tölvan og aðrir spennandi miðlar séu að há í rauninni mjög harða samkeppni inn á heimilum ungmenna athygli þeirra. Og ég held að það séu eðlilegar áhyggjur og eitthvað sem að foreldrar og aðrir eiga auðvitað að hafa mjög góða yfirsýn yfir og stjórn á, ekki láta afskiptalaust. En það kemur allavega ekki fram að Ísland sé þarna
að skjóta öðrum Norðurlandaþjóðum ref fyrir rass, heldur síður, nema síður sé. Læsi hefur verið í Reykjavík síðustu árin svona vaxandi þáttur, getum við sagt, á menntasviðinu gamla og nú skóla- og frístundarsviði, og eins og ég sagði þá læsi stefna leikskólana gríðarlega mikilvægt skref á þeirri leið. Og við leggjum auðvitað þennan grunn í leikskólanum. Nú verkefnið að grunnskólinn viti betur hvaða aðferðum leikskólinn að beita og líti svo sannarlega ekki á leikskólabarnið sem óskrifað blað þegar það kemur í grunnskólan, heldur að við séum að virða þá þekkingu og þá hæfni sem leikskólabarnið kemur með, þannig að við getum byggt ofan á það. Og til þess höfum við mjög mörg hjálpartæki sem við eigum að beita meira og betur en við gerum í dag. En aðeins varðandi mikilvægasta fólkið í þessu samhengi, fyrir utan auðvitað börnin og ungmennin sjálf sem skólastarfi snýst og það eru kennararnir. Það mjög athyglisvert að skoða talískönnunina síðustu, sem reyndar komin nokkuð til ára sinna, og því verður mjög spennandi að skoða þá næstu og bera saman við í rauninni útkomuna úr PISA og reyna að lesa sameiginlega með kennurunum hvaða leiðir eru til úrbóta og á hvaða styrkleikum við að byggja og hvaða veikleikum við að vinna á. En í síðustu talískönnun þá kemur fram að það aðeins munur á milli viðhorfa og vinnubragða íslenskra kennara miðað við kennara annars staðar í heiminum. Hér ég reyndar að alhæfa mjög mikið, en þetta svona það helsta sem hefur komið út varðandi íslenska kennara. En auðvitað eru kennarar allan heim ólíkir og beita ólíkum aðferðum og hafa ólíkar hugmyndir kennslu. En það sem sker íslenska kennara frá eða úr öðrum kennarahópum að hugmyndir þeirra kennslu og nám snúast að frumkvæði þekkingarleitarinnar eigi að liggja hjá nemendanum og felast ekki í þessari hefðbundnu innlögn staðreynda undir forræði kennara. Þetta þykja mér mjög jákvæðar fréttir og það kemur fram í nýlegum rannsóknum sem íslenskir fræðimenn hafa unnið og þetta kemur fram í þeim rannsóknum og meðal annars út frá aðferðum þar sem að myndbandsupptökum beitt að hinn íslenski kennari ekki í grunninn þessi dæmigerða mynd af kennara sem stendur upp við töflu og messar yfir hópnum. Hann kvikur, hann á hreyfingu, hann kemur mikið til móts við nemendur og kennslustundin dregur auðvitað dám af því. En aðeins meira viðhorfin, því þetta mjög forvitnilegt, að í þessari síðustu talískönnun að þá komi ljós að kennurum hér á landi finnst árangur nemenda skipta minna máli en viðbrögð nemendana og annarra, foreldra til dæmis, við þeirra kennslu. Kennarar á Íslandi setja gott samband við nemendur í forgang. Þeim finnst samband við nemendur, gott samband við nemendur skipta mjög miklu máli. Það sem kennarar meta líka mjög mikilvægt í sínu starfi samstarf við sitt samstarfsfólk. Þeir líta svo á að þeir tilheyri einhverju einni heild, þeir séu ekki einar á báti að bauka inn í stofu með sínu nemendahópi og þeir leggja mikið upp úr þessu samstarfi og það sé gott og samstarfi skólastjórans sé gott. Og það svona jafningja, andrúmsloft jafningja inni í skólunum sem mjög mikilvægt því að það endurspeglast beint í svörum nemendana sjálfra sem segjast samsama sig vel við nemendahópinn og þeir upplifa samband sitt við kennarann sem sambandi jafningja. Það ekki svona svo í sletti hierarkí eins og gjarnan að finna hjá öðrum þjóðum. Svo má taka umræðinu það hvort það sé gott eða slæmt. Mér þykir það vera jákvætt, mér þykir það vera sérstaða íslensk menntakerfis. Og það sem kemur líka í ljós í viðhorfum kennara að einkunnir nemenda, hlutfall nemenda sem stenst próf eða aðrir mælikvarðar á frammistöðu skipta minna máli heldur en þessi atriði sem ég var að telja upp. Viðbrögð foreldra og samskipti við foreldra, samvinnan á vinnustaðnum og að koma til móts við nemendur og eiga við þá gott og innihaldsríkt samband. Þetta athyglisvert og verður mjög athyglisvert að skoða í júní þegar nýjasta talískönnunin kemur út. En að lokum þá auðvitað ánægjulegast að sjá
og borgarstjóri hefur komið að því og margir hafa orðið til þess á undan mér að minnast á þær jákvæðu niðurstöður, hvað íslensk ungmenni eru ánægð í skólanum, hvað þau eru ánægð með kennarana sína, hvað þau eru sjálfsörugg, stuðningur við nám nemenda er mjög mikill, sérstaklega í Reykjavík og fyrir það getum við sannarlega þakkað. Og allra síðast að þá sá jöfnuður sem einkennir íslensk skólakerfi, hann eru verðmæti sem að ákaflega margir öfund okkur af. Þá hefur borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Mig langar að byrja á að vitna hér í formála PISA-skýrslunar, bara strax í í formálanum, þar sem að segir með leyfi forseta, þessar breytingar, þar sem hann er að fjalla þær breytingar sem hafa átt sér stað, þessar breytingar leiða hugann að því að framþróun og umbætur í menntamálum eru aldrei spretthlaup, heldur langhlaup sem krefst þols og þrautseigju. Hið sama gildir stefnumótun í menntamálum, hún hlýtur að byggja á langtíma sjónarmiðum og þeirri þróun sem hefur átt sér stað yfir langan tíma. Varhugavert er því að byggja breytingar á fyrirkomulagi menntamála á niðurstöðu einnar mælingar. Tilvitnun lýkur. Mig langar til að bæta við að það hljóti líka að vera varhugavert að byggja breytingar á fyrirkomulagi menntamála á einum þætti eða á mælingum á einum þætti eða einum hluta eða grein jafnvel í menntuninni eða sem sagt í grunnskólanum. Og þá er ég að vísa til þess að það er mjög mikilvægt að við skoðum þessa skýrslu heildstætt, að við tökum ekki út bara læsi eða bara náttúrufræði eða bara stærðfræði, heldur skoðum þetta allt saman og líka það hvernig nemendurnir eru að meta sjálfa sig, hvernig þeim líður, hvert viðhorf þeirra er til skólans og svo framvegis. Við verðum að skoða þetta algjörlega heildstætt. Hérna í þessari skýrslu er sem sagt mældur árangur barna í læsi, í stærðfræði og í náttúrufræði. Svo er komið inn á líðan, hver er áhugi barnanna á stærðfræði, hver er trú þeirra á eigin getu, hver er sjálfsmynd þeirra sem stærðfræðinemenda, stærðfræði kvíði svokallaður er mældur og það er nú merkilegt að það skuli vera til sem hugtak út af fyrir sig og svo hvernig þau meta hagnýtingargildi stærðfræðinnar til framtíðar. Allt eru þetta jafn mikilvægir að mínu mati þættir eins og kunnáttan sjálf. Því til viðbótar er svo mældur skólabragurinn. Hver er viðhorf krakkana til skólans, hvert er samband þeirra við kennarann, hvernig meta þau agann í skólastofunni, hvernig meta þau samsömun sína við nemendahópinn og hvernig meta þau stuðning kennaranna við nemendurna. Síðast en ekki síst eru þau svo beðin að meta það hversu alvarlega þau taka þessa könnun sem að niðurstöðurnar eru byggðar á. Allt þetta verðum við að skoða heildstætt og mér finnst, og það verð ég nú bara að segja vegna þess að ég er sérstök áhugamanneskja jafnrétti kynjanna og kynjagreindar upplýsingar, að við höfum ekki nægilega ítarlegar upplýsingar í höndunum til þess að geta skoðað þetta heildstætt. Hér hafa afmarkaðir þættir verið greindir til dæmis eftir kyni en ekki aðrir. Hér hefur verið greind bæði læsið, stærðfræðin og náttúrufræðin en ekki líðanin, ekki áhugin, ekki sjálfsmatið og ekki það hversu alvarlega krakkarnir eru að taka þessa könnun. Þar af leiðandi finnst mér við varla geta dregið ályktanir. Jú, við getum dregið ályktanir og sagt að það sé mjög alvarlegt að stelpur og strákar eru bæði að niðurstöðurnar eru verri bæði hjá stelpum og strákum þegar kemur að læsi. Það er slæmt, en margt af því sem ekki er mælt hér eða ekki er greint hér gæti mögulega skýrt það. Og þá gætum við mögulega dregið einhverjar ályktanir en við erum ekki komin með upplýsingar sem gerir okkur það kleift. Ég get aftur á móti fabulerað og það er eitthvað sem mig langar til þess að gera aðeins hér. Ég meina það er í alvörunni þannig að stelpum er kennt að leggja sig meira fram heldur en strákum. Þeim er kennt samviskusemi og meðan strákum er kennt að vera dálítið frakkir og láta vaða. Það þýðir að stelpur eru mögulega að vanda sig meira á prófinu eða könnuninni heldur en strákarnir og það getur leitt til þess að stelpur eru mögulega að koma betur út í þessum færniþáttum heldur en strákar. Við vitum ekkert þetta. Við getum líka það getur líka vel verið að stelpurnar sé ekki að meta sjálfar sig
eins og strákarnir eru að meta sjálfa sig. Það getur líka verið að kvíðinn hafi áhrif á það hvernig þau eru að meta sjálf sig og svo framvegis. Og mér finnst í alvörunni mjög mikilvægt að við skoðum þetta allt saman. Það er til ákveðið syndróm sem að ég kynntist sjálf eða las í fyrsta skipti fyrir bara nokkrum árum, hafandi samt þjáðst af því lengi og vitandi að eftir að ég kynntist því að mjög margar kynsystur mínar og sérstaklega í stjórnmálum þjást af því sama og það er kallað impostor syndróm eða svindlaraheilkennið. Það lítur að því að konur sem að komast á einhvern ákveðin stað í lífinu, ná einhverjum árangri, ná einhverjum markmiðum sem að þær hafa lengi stefnt að þær bíða eftir því að vera afhjúpaðar vegna þess að það er ekki skilið að vera á þeim stað sem þær eru. Ég man eftir því þegar ég labbaði inn í háskóla í fyrsta skipti að ég hugsaði nei, guð minn góður, þetta er bara fyrir klárara fólk heldur en ég. Ég man eftir því þegar ég talaði hér í fyrsta skipti að ég hugsaði nei, þetta er bara fyrir klárara fólk heldur en ég. Ég man eftir því þegar ég satt minn fyrsta fund í umhverfisráði vorið 2006. Ég get nefnt fullt af dæmum það þegar ég hef náð einhverjum markmiðum sem ég hef unnið að lengi. Þar sem að ég hef hugsað, nei, nú verð ég afhjúpuð, ég er ekki nógu klár til þess að geta gert þetta. Ég ræð ekki við þetta verkefni, það eru örugglega einhver sem er miklu betri í þessu heldur en ég. Og ég veit að það eru miklu fleiri sem hafa upplifað nákvæmlega þetta. Og það eru fleiri stelpur heldur en strákar, fleiri konur heldur en kallar sem að upplifa akkurat þetta. Strákum er kennt að vera stoltir af því sem þeir gera. Stelpum er ekki innrætt þetta í jafn ríkum mæli og strákum. Og þetta skiptir rosalega miklu máli þegar kemur að menntun og þetta er ekki bara neikvætt. Auðvitað, jú, það er mjög vont að líða svona, en það er líka mjög vont að vera kennt sem að mörgum strákum er kennt, að vera stoltir af einhverju sem er kannski ekkit endilega eitthvað til þess að vera stoltir af. Að vera ánægðir með eitthvað sem þeir hefðu kannski mögulega geta gert ennþá betur. Að hafa kannski bara aðeins meiri metnað fyrir því sem þeir eru að gera. Og það er eitthvað sem við erum ekki nógu duglega að gera gagnvart strákum. Við komum öðruvísi fram gagnvart stelpum og strákum. Það er bara þannig. Þessu til viðbótar, svo ég sleppi nú ekki alveg kynjaumræðinni strax, að þá er það þannig að rétturinn til jafnréttis er ekki jafn. Það er þannig að þegar það kemur upp, þegar það koma niðurstöður að það halli á karlmenn eða stráka á einhverjum tilteknum sviðum samfélagsins, að þá rýkur fólk upp til handa og fóta. En við erum bara vön því og eiginlega orðin tiltölulega samdauna því að það halli á stelpur eða konur. Hér höfum við til dæmis fengið kyngreindar upplýsingar fyrir þá þætti sem að líklegt er að strákar standi sig verra á en stelpur, en það hefur ekki verið kyngreindir þeir þættir þar sem að líklegt er að stelpur standi sig verra heldur en strákar. Vegna þess að það er kannski ekkert nýtt í því. En það er nýtt að það halli á stráka og það er eitthvað sem við erum tilbúin til þess að taka andköf yfir og bregðast við. Og það er alvarlegt. Ég er ekki að segja við ekki að bregðast við því þegar það hallar á karlmenn eða þegar það hallar á stráka. En það er ekki verra að það halli á stráka heldur en þegar það hallar á stelpur. Það er bæði mjög alvarlegt. Það sem við höfum gert og eins og við brugðumst við síðast var að það var stofnaður sérstakur strákahópur vegna þess að það var fólki þótti alvarlegt, það sem kom þar fram að strákar stæðu sig verra en stelpur á ákveðnum þáttum. Það var aftur á móti ekki stofnaður stelpuhópur fyrir mörgum árum seinna, þrátt fyrir að það kemur mjög berlega í ljós að stelpur voru kvíðnar og þeim leið verri í skólum. Þetta var aftur á móti gert seinna. Ég held að bæði hafi verið mistök og ég sagði það þá og ég segi það enn. Það er mjög mikilvægt að við skoðum áhrif kynferðis á menntun og líðan, en að við tökum ekki stráka sér og stelpur sér og skoðum þau einhvern veginn afmarkað. Það er kynferðið sem það er kynjakerfið í heild sinni sem við þurfum að skoða og við þurfum að skoða hvernig ólíkir þættir hafa áhrif á bæði stelpur og stráka. Núna er stelpuhópur í gangi sem ég siti í, starfshópur stelpur og sjálfsmynd og staðalmyndir og þar finnst mér að við hefðum átt að taka meira tillit til þess hvaða áhrif staðalmyndir og samfélagið hefur á sjálfsmynd stráka. Af því það er líka gríðarlega mikilvægt. Alveg eins og það hefði þurft að taka miklu betur á því hvaða áhrif skólakerfið hefur á stelpur og þetta formlega nám. En að þessu sögðu,
að þá, ég ætla nú svo sem ekkert að hafa þetta neitt mjög langt, fyrst að ég er búin með kynjahlutann sem ég finnst svona mest spennandi í þessu, en ég áskil mér rétt til þess að kalla eftir umræðum þetta hér í borgarstjórn þegar að kyngreinda niðurstöður liggja fyrir á öllum þáttum könnunarinnar og ég held að það geti orðið bara mjög spennandi. Við þurfum sem sagt heildstæðu umræðu stelpur og stráka, bara svo að það sé sagt í einu. Hún þarf að vera, taka til allra þátta og beggja kynja. Allra kynja, svo það sé sagt. Nú, við verðum að hugsa það líka hvað það sem við viljum bera okkur saman við. Það í alvörunni þannig að, eins og kemur hér fram og lögð rík áhersla á, ég meina, það eftirsóknarvert að bera sig saman við Finnland eða Singapúr? Það sem við viljum? Eru aðstæður í Singapúr eða Finnlandi þannig að við viljum verða nákvæmlega eins og þeir? Eða viljum við bæta það sem er gott þar en halda áfram í það sem er gott hér? Og hvernig gerum við það þá? Hvernig getum við aðlagað skólakerfið okkar að því sem er gott í Finnlandi og Singapúr en haldið áfram jöfnuðunum sem er hér en ekkert endilega þar? Haldið áfram lýðheilsunni sem er hér en ekkert endilega þar? Haldið áfram geðheilsunni sem er hér en ekkert endilega þar? Og svona geti ég lengi talið. Við verðum að passa upp á að við einblínum ekki bara á einhvern einn þátt af því að það er mælt og lögð áhersla á það í fjölmiðlum, heldur að við tökum heildstætt á málum og passum upp á að bera okkur saman við það sem okkur finnst raunverulega eftirsóknarvert og það hlýtur að vera samfélag þar sem að skólinn er ekki bara framleiðslueining, þar sem hún er ekki bara menntastofnun, heldur samfélagsleg stofnun. Samfélagsleg stofnun sem hefur áhrif á börn og fullorðna, stofnun þar sem að börn og fullorðnir hafa áhrif. Þar sem að fólki líður vel og þar sem að þroskar með sér skapandi hugsun, þar sem það þroskar með sér gagnrýna hugsun, þar sem að það er raunverulega tilbúið í átök ef á þarf að halda og svona geti ég lengi talið. En með þess ég ekki að gera lítið úr því að læsi, náttúrufræði og stærðfræði eru allt saman mjög mikilvægar greinar og þær hafa líka áhrif á líðan fólks. Þannig að allt er þetta nú nátengt. Ég held að við þurfum að skoða þetta miklu betur eins og ég sagði. Við þurfum að passa upp á að grunnskólinn verði áfram fyrir öll börn, að hann sé fjölbreyttur, að hann sé skapandi og að hann hlúi að öllum börnum, að hann sé fjölbreyttur, að við metum það hvaða áhrif það hefur að það sé ekki einsleitir hópar í einsleitum einingum innan skólana, heldur hvaða áhrif þau hafa hvert á annað og svona geti ég lengi talið. En ég vonast til þess að mér finnst gott að við séum að ræða þetta núna, en ég vonast til þess að við tökum ítarlegri, lengri og betri umræðu hér á seinni stigum þegar að niðurstöður hafa verið greindar og svo geri ég náttúrulega ráð fyrir því að skóla- og frístundaráð vinni úr því sem að hægt er að vinna úr og það komi til með að hafa áhrif á skólakerfið allt. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég þakka fyrir að fá tækifæri til þess að tala um þetta mikilvæga mál hér í dag. Ég ætla þó að byrja á að kvarta aðeins og beini því til skrifstofu borgarstjórnar að við skulum fá samantekt frá skólafrístundasviði klukkutíma fyrir borgarstjórn það sem að borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir er búin að fara dálítið ágætlega yfir samanburð á höfuðborgarsvæðinu er algjörlega óásættanlegt. Það er bara ekki í lagi að allir borgarfulltrúar nema formaður skólafrístundasviðs sem hefur séð kannski eðlilega þessa greiningu áður að við sjáum þetta fyrr. En ég fékk þær upplýsingar að skólafrístundasviðið er búið að fá þessa kynningu fyrir drög að þessu skjali sem við fengum líka í drögum fyrir 10 dögum síðan. En nú ætla ég samt að fara, það er bara almennt ekki í lagi að láta okkur fá 130 blaðsíðna skýrslur klukkutíma fyrir borgarstjórnarfund þegar að umræðan er að hefjast. Ég ætla að fá að fara aðeins yfir þessa stöðu hérna og ég finn alveg að það er ekki allir samhljóma, allir flokkarnir í þessum málum hérna. Í fyrsta lagi langar mig til að segja
að þessi skýrsla og PISA er okkur mjög mikilvægt tæki. Og Sóley Tómasdóttir borgarfulltrúi fer mikinn og segir að við vitum ekkert stöðu drengja og þurfum að sjá þetta allt í samhengi og fleiri starfshópar og fleiri skýrslur. Við bara vitum þetta allt saman. Við vissum allt strákana. Við erum búin að ræða hér í borgarstjórn og við erum búin að gera spes úttekt á því og við erum að gera spes úttekt á kvíða stúlkna. Allt þetta er búið að gerast, allt í farvegi og það er að mínum að þetta bara alls ekki góð lína að fara inn í þessa umræðu með því að byrja á því að tala að þetta sé ekki nóg góð mæling og hvernig ætlum við að miða við þetta og hitt. Þetta er fyrst og fremst mæling á stöðu okkar á milli þessara þjóða og hún kom mér ekkert á mjög óvart, þessi skýrsla, þessi niðurstaða. Við erum á leiðinni niður, það er þróunin sem við eigum að vera að ræða hér. Frá 2000 er Ísland á leiðinni niður. Reykjavíkurborg heldur sér ofar sem betur fer, en Ísland er bara á leiðinni niður og þetta er eitthvað sem mér finnst ekki nægjanlega mikið hægt að setja sig við að ræða meir. Það er bara það sem ég vil fá að segja hér. Hér þurfum við að tala mjög skýrt hvað við ætlum að gera. Við getum ekki eitt ári í að ræða hvað þessi niðurstaða sagði okkur, vegna þess að við vitum það alveg og þetta er ekkert ólíkt fyrri niðurstöðum, bara eiginlega ekki neitt. Þannig að ég segi, við þurfum að taka þessar skýrslur alvarlega og ekki bara þennan eina punkt 2012, heldur þróunina frá 2000. Við mælum alveg helling og við Oddný Sturludóttir borgarfulltrúi höfum verið að tala mikið í þessari umræðu í fjölmiðlum og annars staðar og við erum sammála það að við mælum alveg rosalega mikið. Við erum að mæla alveg helling og þennan árangur og sérstaklega lesturinn. Íslenska í samræmdu prófum og læsistölur í 7 ára bekk og 5 ára bekk eru fullkomlega háðar hvor öðru. Þetta er algjörlega sömu tölunar. Og það er þess vegna sem að starfshópur drengi og námsárangur setti það sem tillögu og þessar mælingar væri nýttar í samhengi og það er ekki gert í dag. Og hér er minn árlegi pirringur þá, ekkert hefur gerst í þessu máli. Það hefur aldrei verið settur peningur í að skoða hvernig við ætlum að rýna betur þessar tölur sem við höfum strákana sem sjást strax í 5 ára bekk að ekki standa sig. Aftur í 7 ára bekk, aftur í 4. bekk, aftur í 7. bekk og aftur í 10. bekk. Og þeir enda ólæsir og af hverju höldum við að þessi brottfallið sé eins og það er í framhaldsskólum. Og hér er samt meirihluti sem hittu það á sína stefnuskrá að drengjum á að líða betur í skólan og ganga betur í skólan. Og það er ekkert búið að setja fé fyrir 2014 í þetta mál. Þannig að það verður bara að segja sér, hér hefur eitthvað mistekist í að afgreiða þessa litlu fáu tillögur sem þó voru tilraunir til þess að bæta þennan árangur. Við getum talað þessa skýrslu í heilt ár í viðbót en það gerist ekkert og það verður eitthvað að fara að gerast. Almennt getum við alveg talað ýmislegt. Það er búið að keyra rosalega margar breytingar inn í skólakerfið frá 2000. Það er of mikið, held ég, að mínum að þetta er búið að keyra of mikið af breytingum. Það er of mikið að verið að keyra inn í þróunarverkefni án þess að við vitum nokkuð hvort þau gangi upp eða lægi eitthvað. Við mælum þau ekki. Við erum of mikið í svokölluðu top-down kerfi að dæla niður einhverju nýju á kennarana. Skólan og aðgreiningar greinilega hafa, allavega, þau eru allavega að hafa ágjör kennararnir. Ég held þetta snúist af þessu leyti að hegðunarvandamálunum, ekki öllu hugmyndafræðilega módelinu. En allt þetta er einhvern veginn rætt og þessi 10 daga menning PISA, það kemur út PISA-könnun, það fer allt á hvolf í 10 daga og svo bara heyrist ekki neitt meir. Og það er það sem er að. Við hljótum að þurfa að fara að gera eitthvað. Og þá ætla ég bara að koma punkt sem við erum öll sammála hér, allir flokkar. Við höfum alltaf á Íslandi verið nógu gæfusöm til að segja skólinn er aðaltækið okkar til að jafna tækifæri allra. Skólinn frá 6 til 10 ára er skylda til þess að allir eigi jöfn tækifæri þegar þeir koma út úr 15 og 16 ára bekk. En það er ekki þannig. Það er bara ekki þannig. Og við ættum hér að geta sammælst að skólinn þurfa að lagast til þess. Við getum talað alls konar upplifanir og eitthvað en tölurnar tala bara mjög vel sínu máli. Grunnskólinn er tæki jöfnuðar til þess að allir komi læsir og sterkir í nokkrum svona þýðingarmestu leikni hlutverkum þessa samfélags.
þau geti lesið, þau geti reiknað, þau geti átt samskipti. Það er ekki nóg að þeim líði vel í skólanum ef árangurinn fylgir ekki með. Það er bara ekki nóg. Kannski líður sumum illa því að það er verið að píska þeim áfram í lestri. Kannski gerist það, en þau eru þá alltaf að fá lestrarkennsluna sína. Þetta verður að hanga saman. Og aftur að þessum upplýsingum sem við þó höfum. Við höfum 2 ára skýrslu strákana sem segja okkur mjög margt. Og við vitum öll hér inni að þetta tekur mörg ár að laga. Og þess vegna finnst mér svo blóðugt að við hafum sóað þetta nú þegar 2 árum. Í lestri var árið 2000 47 PISA-stiga munur á kynjunum. 2003 voru þau 60, 2006 voru þau 41, 2009 voru þau 44, 2012 voru þau 52. Þetta er í Reykjavík. Ég ætla að fá að nefna aftur, þetta er bara Reykjavík. Ég er ekki að tala landi. Og Reykjavík hefur verið að standa sig betur, svona, ekki best en betur en meðaltal landsins. Í dag eru sem sagt eftir þessa könnun 52 PISA-stig í lestri á milli stráka og stelpna. Og það segir mér enginn borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir að þessi munur skýrist á því að stelpur séu kvíðnari í prófinu eða að strákar séu eitthvað að slakka eða ekki taka þátt. Og meira þess að stendur bara í PISA-rannsókninni að það er neikvæð samhengi á milli þess sem að þeir sem taka þetta alvarlega og hvernig þeim gengur. Það er neikvætt samhengi þarna á milli. Og svo erum við bara með alveg alla íslenska krakka sem eru 15 í þessari rannsókn. Þannig að það er ansi erfitt að draga einhverja ályktanir skekkjur í þessu máli. Ég ætla að fá aðeins að deila með ykkur bréfi frá konu sem heitir Björk Ólafsdóttur með leyfi forseta sem að tekur saman í ágætri samantekt hvað gerðist árið 2000 þegar svokallað PISA-sjokk reið yfir Þýskaland. Þýskaland tók sig saman í andlitinu og skilgreindi fullt af markmiðum. Og þeir eru núna með þeim efstu. Þeir hafa séð árangur frá hverri PISA-könnun og það hefur allt gengið upp sem þeir settu fram, sem sagt. Og áherslaatriðin voru, með leyfi forseta, leikskólinn var efldur sem menntastofnun til þess að leitast við að efla þýskukunnáttu og eyða sem fyrst út þeim mismun sem stafar af félagslegum og tungumálalegum bakgrunni barna. Númer 2. Í grunnskólum beindust umbætur fyrst og fremst að því að nýta námstíma nemenda betur og auka sveigjanleika í námi með tilliti til námslengdar. Gerð var sú krafa til skóla að efla áhuga á nemenda á læsi og hvetja til aukins heimilesturs. Ennfremur var aukin áhersla á stærðfræði og náttúrufræðigreinar. Sett voru skýr og bindandi árangursviðmið og staðlar fyrir skóla. Númer 3. Kennaramenntun var efld sérstaklega með tillit til aukins starfsnáms og aukinna menntunar varðandi læsi, stærðfræði og náttúrufræðigreinar. Auk þess var kennaramenntun bætt með tillit til aukinnar aðferðafræði til að auka hæfni kennara til að greina niðurstöður, sem er mjög mikilvægt. Menntun skólastjóra var einnig aukin. Og í 4. lagi, ráðstafanir voru gerðar til að auka stuðning við nemendur sem standa höllum fæti og einnig voru tækifæri fyrir afburða nemendur aukin. Og frá þessu, sem sagt, PISA 2000 hefur Þýskaland stöðugt sótt í sig veðrið og getur eitt fárra landa sagst hafa gert það. Þetta er akkúrat það sem við þurfum að gera. Við þurfum að setja okkur skýr markmið leikskólann og læsið. Við þurfum að breyta hlutfalli talna varðandi lestrar hlutfall og þetta er eitthvað sem við eigum að krefjast af menntamálaráðuneytinu að aðalnámskráin breytist úr því að við eyðum 17% tímans á yngsta stigi í lestur og læsi yfir í að minnstakosti 26 sem er meðaltal OECD landana. Við erum að eyða minnst þjóða, held ég alveg örugglega, allavega við erum algjörlega í botninum hvað við eyðum litlum tíma í lestur á yngstu stigum. Og svo að lokum, þá langar mig að segja að Árni Sturludóttir borgarfulltrúi fór yfir þessa umræðu hugsmíðahyggju, þessa konstruktivism hjá kennurum og Ísland stendur algjörlega upp úr með það að
aðhyllast það að krakkar uppgöti allt sjálft. Og hér ætla ég að fá að segja að ég er ósammála því að þetta sé gott. Það er aldrei gott að vera við enda kvarða í neinu. Það getur ekki talist eðlilegt. Og þetta er eitthvað sem við þurfum aðeins að fara að ræða vegna þess að það er ekki gott að vera í ítröðslu hlutanum á endanum, en það er heldur ekki gott að vera í þeim hluta þar sem börn eiga að uppgöta allt sjálf. Það getur ekki gengið upp. Það gengur upp fyrir suma krakka sem hafa mjög mikið áhuga á að læra fyrir sjálft sig, en það er fullt af krökkum að það sem er í skólanum á öðrum forsendum og mörgum leiðist það. Ég vil loka þessu á því að segja að það hljóta vera okkar skýra markmið að grunnskólinn sé jafnréttistæki, að krakkarnir komist út úr skólanum með grundvallar þekkingu á lestri, stærðfræði og vísindum og einhverjum svona þáttum sem við hljótum að geta sammælst að sé leikni sem þarf að tryggja að allir hafi, hvað sem á gengur, og aldrei að gefast upp á neinu barni í því samhengi. Við hjá Sjálfstæðisflokknum ætlum að leggja fram tillögu sem var lögð fram í kjölfar starfshóps stráka og hefur ekki fengið framgang í skólafrístundaráði. Við ætlum að fá að leggja hana tillöguna aftur hér fram og vonast til þess að hún verði samþykkt. Og hún hljóðar svo, hún er samhljóma þessari tillögu í starfshópi stráka og námsárangur. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram eftirfarandi tillögu sem er samhljóma tillögu sem samþykkt haustið 2011 í skólafrístundaráði en hefur ekki komið til framkvæmda. Lagt er til að borgarstjórn samþykki að skýr markmið verði sett á næstu 3 árum sem miða að því að fækka þeim nemendum markvisst sem lenda fyrir neðan þrep 2 í læsisprófi PISA. Þannig verði sett fram töluleg markmið hlutfallslega fækkun þessara nemenda. Í þessu samhengi búi skóla- og frístundasvið til skýran feril fyrir leikskóla og grunnskóla með upplýsingum fyrir sviðið og kennara hvað skrefi að taka þegar börn ná ekki settum markmiðum í skimunum og þá í sviga skimun í leikskóla, læsiskimun í öðrum bekk og í samræmdu prófum er ekki náð. Ferillinn tekur á þessum mælingum og tryggir að börn sem þurfa aðstoð sé markvisst fylgt eftir á hverju stigi. Verkefninu fylgi fjármagn frá borgarráði. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir lokið máli sínu. Einnig hefur lokið við það að kynna tillögu undir þessari umræðu og forseti ber það undir fundinn að taka tillögu þessa inn með afbrigðum. Vinsamlegast borgarfulltrúar ganga inn í borgarstjórnarsal. Við byrjum það upp að taka tillögu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins á dagskrá. Þeir sem eru sammála því gefa merki. Það telst samþykkt samhljóma og þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mig langaði bara til þess að árétta aðeins og svona aðeins róa pólitíska viðkvæmni í borgarfulltrúa Þorbjörgu Helgu Vigfúsdóttur sem að er alltaf talsverð þegar ég byrja að tala kynferði. Að þá einhvern veginn er eins og það snerti einhverjar taugar hjá borgarfulltrúanum sem er kannski ágætt, en ég var ekki að tala fyrir því að hér yrði farið í einhverja stórkostlega vinnu þó að ég sé að sjálfsögðu til í það og ég sé nokkuð viss að við þyrftum að fara í talsvert miklu meiri vinnu í þágu jafnréttiskynjanna heldur en við erum að gera núna í dag. Það sem ég var að biðja var að skýrslan sem við erum með hér væri kyngreind, bara rétt að þær upplýsingar sem þar eru væru kyngreindar, bara til dæmis lögum samkvæmt. Það er þannig að þær upplýsingar sem við erum að vinna með eiga að vera kyngreindar, ekki bara þeir 3 þættir sem að þarna eru, heldur ættu allir hinir þættirnir að vera kyngreindir líka. Þeir eru það ekki. Líðan og viðhorf til stærðfræðinnar, þeir þættir allir eru ekki greindir eftir kyni og það er það sem ég hefði viljað láta gera þannig að við gætum tekið umræðuna á næsta stig. Já, það er alveg hægt að geta sér til alls konar hluti eins og ég lék mér að hérna áðan. Það er líka hægt að rífast það vegna þess að við höfum ekki niðurstöðurnar fyrir framan okkur. En best væri bara að fá úr þessu skorið og að crosskeyra það sem hægt að crosskeyra til þess að sjá hvort að einhver fylgni þarna á milli og hvort að mögulega einhver skýring finnist á
þeim, eða með þeim bakgrunnsbreytum sem að þarna eru skoðaðar. Fleira var það nú ekki. Þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið við það að veita andsvar og þá er borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Mér langaði aðeins að ég þakka fyrir ágætar umræður og ég tek undir með borgarfulltrúa Sóleyju Tómasdóttur að það er svo gríðarlega mikilvægt að halda þessari umræðu gangandi og tala þetta og menntunina og gildi menntunarinnar og svona hvaða sem sagt hvað viljum við fá út úr hérna skólakerfinu og hvað viljum við að það gefi okkur og hvað er markmiðið með skólagöngu. Markmiðið með skólagöngu getur verið pólitískt mál og allt frá því að skólinn eigi að hjálpa einstaklingum að þroska sig til þess að geta verið virkir þátttakendur í samfélaginu og til þess að vera eingöngu í rauninni undirbúningur undir einhvers konar starfsframa eða bara vinnuþjálfun, eitthvað nám, vinnunám. Það er að segja til þess að tryggja viðkomandi eitthvað starf í framtíðinni sem hann getur unnið fyrir sér með. Og það eru nokkur atriði sem að mig langar aðeins að koma inn á. Ég er þroskaheftur og nú sé ég kemur undrunarsvipur á marga en það er staðreynd. Ég er sem sagt þroskaskertur eða greindur það sem barn og að því við erum líka bara að tala um þetta með drengi og stúlkur og nám og ég hef nú svo sem sagt frá þessu en þegar ég sem sagt hóf mína skólagöngu að þá var aðal áherslan sem sagt það sem var lögð ein helsta áhersla á var að ég skoraði eða næði árangri í þrennu. Það er að segja að ég gæti klætt mig sjálfur, borðað sjálfur og þrifið mig sjálfur. Svona þrjár grunn áherslur. Og ég hef nú svo sem sagt frá þessu áður hér og annar staðar en og það er mjög mikilvægt og ég er að tala þetta kannski í því samhengi að við sjáum mikilvægi þess að hlutir séu greindir og það sé eitthvað nafn yfir þá. Það er að segja einhver hegðun eða takmarkanir eða erfiðleikar eða raskanir að það hafi einhvert nafn og fá einhvert gildi og það setja bregðast við þeim á viðeigandi hátt. Og ég get nefnt greiningar eða hugtök eða heiti eins og
einhverfuróf, Asperger heilkenni eða athyglisbrest með ofvirkni eða ADHD. Það er eitt sem að sko nú nú í stefnu yfirlýsingu eitt reyndar sem ég langar að taka fram líka að hluti af minni skerðingu er skert tímaskyn og sem sagt skilningur á tíma og þannig að ég átta mig ekki alveg á því að því það er búið að breyta ræðutímanum hérna og það tekur mig mjög langan tíma að venjast því. Þannig að ég hef ekki alveg tilfinningu hvenær ég þarf að ljúka máli mínu en þá mun ég bara koma aftur. Það sem að mér langar að segja í þessu sambandi varðandi sko þetta með stelpur og stráka, það eru ólíkar áherslur á eftir kynjum á margan hátt og sumt af því er eðlilegt, sumt af því er skiljanlegt og annað er óeðlilegt og sumt af því er ósanngjarnt og ákveðin mismunun, það er að segja ástæðulaus mismunun. En mér sýnist og mér hefur sýnst á öllu að skólakerfið, en eins og þetta jafnvægi sem ég var að tala um áðan, sko, að við séum alltaf að leita að þessu jafnvægi. Mér sýnist áherslur innan skólakerfisins hafa reynt að mæta þörfum stúlkna og mér sýnist á öllu að sko kynjahlutföll til dæmis í háskólanámi séu þannig að konur séu í meirihluta og vaxandi meirihluta í háskólum og það var mér til dæmis mjög mikið ánægjuefni þegar ég vaknaði upp á spítala fyrir nokkrum árum síðan. Á stofugangi þá komu 5 læknar og það voru allt konur. Það var deildarlæknir og sérfræðingur og kandidatar og það voru allt konur og mér fannst það ákaflega ánægjulegt. Sko og svo þetta líka einstaklingsbundið og borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir sagði frá því að þegar hún gekk inn í háskóla þá hefði hún upplifað að hún ætti ekki skilið að fá að vera í háskóla og mér datt í því sambandi í huga að já, þá bara var ég minntur á það og ég er karlmaður. Ég hef ekki möguleika á að ganga inn í háskóla vegna þess að ég hef ekki þá menntun sem að til þarf til þess að fara í háskóla. Þannig að í mínu tilfelli þá fór eitthvað úrskeiðis og ég held að það sé eitthvað sem að sé hægt að læra af til þess að forða öðrum frá því sama og skiptir mig kannski ekki stóru máli hvort að það eru drengir eða stúlkur og ég get líka sagt og það er absúrt í sjálfu sér sko ég gat ekki sem sagt og get ekki en ég þarfist endar ekki lengur ég gat ekki sótt í leiklistarskóla heldur vegna þess að ég var ekki með menntun í það ég var ekki með stúdentspróf sem var krafist til þess að sækja inngöngu í leiklistarskóla en samt er ég ágætis leikari og hef leikið já og sem sagt hef öðlast starfsviðurkenningu bara með vinnu og það er að segja ég hef unnið mér inn menntunina sjálfmenntaður en þannig að það er eitthvað
mjög skakt kannski í bara heildarmyndinni á því hvernig við hugsum skólakerfið og kannski, þú veist, fyrst og fremst kannski ekki alltaf alveg skýrt hvert markmiðið með skólagöngunni skuli vera. Og síðan eru svona hlutir sem að svona kenningar, ég meina fólk hefur ólíkar skoðanar á því hvað skuli gera og ég til dæmis, eins og ég sagði áðan, ég tel til dæmis að það litlu atriðin skipti miklu meira máli heldur en oft fljótt álitið og þá langar mig til mig sérstaklega að ræða tungumálið og nú var forsætisráðherrann okkar bara í dag að ræða á ríkisstjórnarfundi í dag tungumálið, íslenskuna og Íslendingasögur og þannig að það er breiður, það er svona almenn sátt það í samfélaginu að reyna að standa vörð tungumálið og þannig að þegar við komum saman, hvort sem við erum hér eða í jólaboði eða í heita pottinum og sem erum að tala saman, að við skiljum hvert annað og nú til dæmis verður íslenskan og íslensk börn fyrir áreiti annarra tungumála, eða hvað maður að segja, áreiti, ég vil ekki kalla það áreiti, heldur meira upplifun á öðrum tungumálum og eftir því sem að innflytjendum fjölgar á Íslandi, að þá fjölgar börnum sem eru tví- og jafnvel þrítyngt, fjórtyngt jafnvel, það er að segja hafa jafnvel tvö móðurmál og læra kannski íslensku sem þriðja tungumál og svo tala allir ensku og það eru mjög margar merkilegar staðreyndir með enskuna og að því að við erum að tala mikið íslenska þjóðmenningu og ég held að sé í stefnuskrá ríkisstjórnarinnar að standa vörð íslenska þjóðmenningu og tungu að þá til dæmis ef við förum til dæmis á upplýsingasíðu eins og Wikipedia og ætlum að finna upplýsingar Snorra Sturluson þá umtalsvert meira magn af upplýsingum í boði á ensku heldur en íslensku. Það eru fleiri blaðsíður á ensku Snorra Sturluson en bara 1,5 blaðsíða á íslensku. Þannig að og það verður til þess að margir leita sjálfkrafa í ensku og enska merkileg og ég held að enska eigi miklu sterkari tök í íslensku samfélagi heldur en við erum almennt meðvituð og til dæmis þegar maður skoðar samfélagsmiðla eins og þóttum sérstaklega Facebook, flestir Íslendingar nota Facebook og það eru man ekki 340.000 held ég Facebook reikningar á Íslandi sem þýðir að nokkurn veginn allir eru á Facebook og flestar Facebook síður á Íslandi eru stiltar sem sagt á ensku, hafa ensku sem stillingu þannig að fólk velur frekar að hafa viðmót á ensku heldur en íslensku sem mjög athyglisvert og þá kem ég að því sem að
mér finnst skipta gríðarlega miklu máli. Það er að við gerum okkur grein fyrir því hvað enskan að hafa mikil áhrif á íslenska tungu og samskipti á Íslandi og á íslensku, og förum að hætta að leggja þessa miklu áherslu á það að kenna dönsku. Því að danska einn af þessum hlutum sem ég tel til dæmis vera bara nokkuð úrelta í íslensku skólakerfi. Lítið smáatriði skiptir alveg gríðarlega miklu máli og ég hlakka til að koma aðeins betur inn á það hér á eftir. Takk fyrir. Þá er borgarstjóri lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Já, forseti góðir borgarfulltrúar, ég er að hugsa að halda áfram að sjokka ykkur með umræðum kynjajafnrétti. Það er nefnilega mjög athyglisvert það sem að borgarstjóri sagði að hann hefði ekki tækifæri til þess að fara í háskóla í framhaldi af því að ég hafði talað að mér liði eins og ég ætti ekki skilið að fá að vera í háskóla þegar ég var þar. Mér finnst þetta er til marks þó svo að við séum bara 2 einstaklingar, þá eru rosalega margir kallar í þeirri stöðu að geta ekki farið í háskóla vegna þess að ekki bara skólakerfið heldur samfélagið í heild sinni hefur ekki gert þær kröfur til karla eða stráka að þeir ljúki menntaskóla og þar með haldi öllum leiðum opnum fyrir þá sjálfa. Miklu ríkari áhersla er lögð á samviskusemi hjá stelpum og það að ljúka þessum svona hefðbundnu skylduverkum heldur en gagnvart strákum og það er mjög neikvætt fyrir bæði stráka og stelpur vegna þess að stelpurnar eru aldar upp í svo mikilli samviskusemi að þær get ekki einu sinni verið ánægðar með það þegar þeim tekst að ljúka því sem að þær eiga að ljúka. Þannig að ég held að þetta endurspeglar bara, mér langaði bara til þess að koma þess inn á þetta, endurspeglar bara hvað kynjamisrétti og það hvernig við ölum börn ólíkt upp getur verið vont bæði fyrir stelpur og fyrir stráka. Bara þetta dæmi háskólann og það hvernig við upplifum háskólann er ekki bara einstaklingsbundin upplifun, hún hefur komið fyrir svo miklu fleiri. Og það skiptir máli varðandi þetta eins og svo margt annað að við tökum alvarlega því að einhvern veginn reyna að uppræta kynjamisrétti í gegnum skólastarfið. Þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið við það að veita andsvar og þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þessi umræða hér í dag er mjög mikilvæg. Hún er öðrum þræði, finnst mér, ekki bara PISA niðurstöðurnar, heldur bara almennt menntamál í Reykjavík. Og ég ætla að vona að það sé ekki lýsandi, þrátt þessi mikilvæg umræða í þessi stað, að það er mjög þunnskipað hér á áheyritapöllunum, aðeins einn maður. En ég treysti því samt að síður að skólafólk í Reykjavík sem flest fylgist vel með þessum umræðum sem eru hér í dag með öðrum hætti, bara að hlusti á okkur eða horfa á okkur. Nú, ég held að það sé ekki hægt að draga neitt úr því að þessar niðurstöður, þar eru ákveðin hátt áfall fyrir íslenskt menntakerfi og reykvískt menntakerfi. Í þessari rannsókn þessu sinni var mikil áhersla lögð á stærðfræðilæsi og niðurstöðurnar benda til þess að frammistöðu íslenskra nemenda hafi hrakað og það gildir einnig frammistöðu í lesskilningu og náttúrufræði. Ég vil hafa þann fyrirvara á að sjálfur á ég eins og aðrir borgarfulltrúar sér til að undan mér eftir að greina þetta, fara betur yfir þessar niðurstöður og greina þetta í hörgul. Eins og að geti hér áður af Þorbjörgu Helgu Vigfúsdóttur borgarfulltrúa, þá voru bara í dag skýrslur að berast til okkar sem eru mjög held ég mikilvægir því leyti hvernig við lesum úr þessum niðurstöðum og við ættum að hafa tíma til að rýna þær yfir jólin og við auðvitað ræðum þetta örugglega á nýju ári. En þetta er svona eins og þetta er það sem slær mig svona við fyrstu sýn á þessu að frammistöðu íslenskra nemenda hrakar og
að vísu er það þannig að í samanburði við skóla út á landsbyggðinni þá stendur Reykjavíkurborg sig betur og það er gott að blessa en ég held að við verðum ekki síður að sækja okkur samanburð út fyrir landsteinana til dæmis í borgum af sambærilegri stærð og Reykjavík á Norðurlöndum og öðrum nágrannalöndum okkar þegar við berum þetta saman. Ég held að við komumst ekki hjá því. En niðurstöðurnar eru áhyggjuefni og hljóta að gefa okkur eitthvað svona vísbending það hvaða árangri okkar skólastarf er að skila. Nú, Ísland ásamt Svíþjóð með lökustu frammistöðu allra Norðurlanda og þó að landsbyggðin komi verð út í Reykjavík þá hefur höfuðborgarsvæðið einnig látið undan síga. Kynjamunur ekki meiri en áður hefur mælst. Piltum hefur farið verulega aftur í lesskilningi og stærðfræðilæsi og eru nú 30% þeirra á tveimur neðstu þrepum lesskilnings og 20% á neðstu þrepum stærðfræðilæsis. Og frammistaða íslenska nemenda í náttúrufræðilæsi er svo lakast af öllum Norðurlöndunum og þetta kemur óneitanlega óvart því þetta hélt maður og maður hefur fyrst með í skólum bara í Reykjavík og víðar um land, þá hefur þetta verið að því maður hélt sívaxandi þáttur í skólastarfi en árangurinn eykst ekki samsvarandi. Nú, svo getur þetta verið jákvætt út af fyrir sig að skólabragur og viðhorf nemenda til náms, hann batnar verulega frá því sem áður var. Þetta er auðvitað eftir að greina betur fyrir Reykjavík og við sjáum að önnur sveitarfélög eru þegar farin að greina sína stöðu. Sáum upplýsingar koma fram í síðustu viku varðandi Garðabæ sem er að mörgu leyti í góðum málum en ég ítreka það er algjörlega ljóst að við þurfum að taka okkur á og greina þetta allt saman. Ég get að sömuleyti tekið undir það með borgarstjóra sem sagði hér áðan að þetta væri allt, þetta skólakerfi, þetta væri gífurlega flókið allt saman, erfitt að átta sig á þessu og það má vel vera, þess vegna er mikilvægt að eigum hér svona hreinskilnislega og gagnrýna umræðu hér í borgarstjórn um þessi mál. Nú, og við verðum líka að skoða þessa PISA-könnun, hún er ekki þessi eina könnun er ekki upp á endir alls, en við verðum líka að skoða þessa könnun bara í samhengi við aðrar kannanir sem okkur hafa borist á undanförnum árum og sumar þeirra hafa ekki gefið góða niðurstöður, eins og til dæmis lesskimunarkönnun sem við ræddum kom hér í haust eða sumar og við ræddum nokkuð í borgarstjórn. Og þá var einmitt sagt vísa sem hefur kannski verið óttkveðin hér í borgarstjórn að ein könnun segði nú ekki allt og það er alveg rétt, en þegar að hver könnunin kemur á fætur annari sem sýnir ekki góða niðurstöðu þá þurfum við að taka okkur tak. Og ég held að það verði að koma fram í þessari umræðu að mér finnst menntamálin ekki hafa hlotið þá athygli á þessu kjörtímabili sem æskilegt hefði verið. Alls ekki. Ég held að það má alveg fara rök fyrir því að það stefni allt í að þetta kjörtímabil 2010 til 2014 sem nú rennur brátt skeið sitt á enda, það verði 10. kjörtímabilið í framþróun menntamála í Reykjavík. Þrátt fyrir að rekstur grunnskóla sé eitt helsta hlutverk Reykjavíkurborgar, þá hefur sá meirihluti sem nú situr, meirihluti Samfylkingar og Bestaflokksins, ekki lagt áherslu á eflingu eiginlegra menntunar að mínu mati, heldur margvísleg gæluverkefni. Verulega hefur skort á pólitíska forystu í menntamálum í borgarstjórnar kjörtímabilinu, enda hefur orka meirihlutans að miklu leyti farið í átök við foreldra og starfsmenn vegna umdeild skólasamruna og endalausra stjórnsýslu breytinga, sem þó hafa ekki skilað bættum rekstri skólana. Þetta verður við að taka hér til umræðu í borgarstjórn og ég hefði svo miklu frekar viljað að orkunni hefði meira verið varið hér á kjörtímabilinu til þess að móta hér stefnu í menntamálum og fylgja þeirri stefnu eftir heldur en að fara í þessi gæluverkefni meirihlutans sem hafa tekið mesta andrými í þessum málum á kjörtímabilinu. Nú,
Því miður þá er svo sumir borgarfulltrúar gleymi því stundum að skóla- og frístundamál eru langumfangsmesti málaflokkur borgarinnar og við höfum lögbundnar skyldur af því að hafa hann í góðu horfi sem mér finnst hann ekki vera nægilega vel. Í ár munu útgjöld málaflokksins nema 37 milljörðum króna eða 62% af skatttekjum borgarinnar. Ég tel að eitt mikilvægasta verkefni næstu ára sé að bæta grunnskólamenntun í borginni eftir vissa stöðnun og forystuleysi sem ríkt hefur í málaflokknum undir stjórn þessa borgarstjórna meirihluta. Og ég tel að svona kannanir eins og PISA-könnunin og aðra kannanir séu kannski eitthvað svona birtingarmynd vandans og held að sé erfitt að mæla móti því. Hins vegar held ég að þessi vandi hafi alls ekkert orðið til endilega á þessu kjörtímabili. Ég held að sá vandi sem við glímum við í menntamálum, hann sé að borgarstjórn hafi tekið þennan vanda í arf að vissu leyti eftir vanda undanfarinna kjörtímabila, síðustu kannski áratuga. Þessi mikli vandi verður ekki til allt í einu. Hins vegar held ég að það hefur verið hægt að standa svo miklu betur að verki á kjörtímabilinu við að reyna að komast úr þeim hjólförum sem við erum í menntamálum og standa betur á málum með því að bæta námsárangurinn. Það er dálítið merkilegt í þessum umræðum menntamál og þess var meðal annars vart hér áðan að það er eins og sumir telji að valkostirnir í menntamálum standa á milli þess að nemendum líði vel og að námsárangur verði bættur. Þetta setja samansemmerki á milli ef við bætum námsárangur, leggjum áherslu á að bæta árangur, þá hljóti líðan nemenda versna. Það er gjarnan vísað til, það er talað Finnland og Singapúr í þessu samhengi. Ég er ósammála þessu. Ég held einmitt að alþjóðlega kannanir eins og PISA færi okkur heim sannin það að það er hægt að ná miklum árangri í menntun en samt að tryggja það að nemendum líði vel. Einmitt þessi PISA-könnun sýnir að í ýmsum löndum og landsvæðum í heiminum þá næst bæði, þá eru bara þjóðir sem að ná og einstök landsvæði að ná bæði betri námsárangri heldur en við í Reykjavík en nemendum líður einnig vel. Og þarna er til dæmis hægt að nefna hér í Kanada, ég hef ekki skoðað þetta eftir nýjustu könnunum en samkvæmt síðustu könnun sem ég man eftir þá minni mig að Alberta fylki í Kanada frekar en Manitoba hafi verið heimsmeistari á þessu sviði sem náði miklum árangri í skólastarfi en tryggði líka velíðan nemenda. Hvað getum við gert? Það er auðvitað margt sem við þurfum að gera í menntamálum. Fyrst er að viðurkenna vandann. Við þurfum að setja okkur skýr markmið. Við þurfum að móta stefnu í menntamálum. Á síðasta kjörtímabili þá samþykkti borgarstjórn að fara hér í mótun sérstakrar menntastefnu á vegum borgarstjórnar og sú vinna hófst undir lok síðasta kjörtímabils og það var talið rétt að menn myndu fara í mótun menntastefnu. Borgin hefur stefnu í ýmsum málum, loftgæðamálum, samgöngumálum, hinum af þessum málaflokkum en ég verð að segja að mér finnst standa á stefnumótun þarna og meðal þess sem við þurfum að taka afstöðu til, það eru þessir árangursmælikvarðar. Við þurfum bara fyrsta lagi að taka afstöðu til þess. Viljum við bæta námsárangur, eigum við að leggja höfuðáherslu á það að nemendum líði vel í skólanum eða bæta námsárangur og kveða niður þann draug að þetta stangist á. Við viljum bæta námsárangur og stuðla þannig að velíðan nemenda. Þetta er allt að gera hvort við ekki einu. Við þurfum að móta stefnu sem stuðlar að bættum námsárangri. Við þurfum að leggja áherslu á hagnýtingu samræmdra mælikvarða til að bæta skólastarf. Við þurfum að þróa kannanir og samræmd próf með það að markmiði að þau nýtist til að bæta starf á öllum stigum grunnskólans. Auk bóknámsgreina, öllum stigum grunnskólans. Við þurfum að auka samstarf milli skólastiga. Ég tek það fram að ég er mjög hrifinn af því starfi sem á sér stað í leikskólanum og á undanförnum árum líka á þessu kjörtímabili þá sér maður að samstarf milli leikskóla og grunnskóla hefur aukast. Ég sé það að stundaglasið er að renna út hér. Það var ritari hérna einhvern veginn. Ok. Já.
Þakka fyrir þetta. Ég held að stundaglas mitt verði að renna út hér í þessari pontu þessu sinni, en svo er ekki. Ég var að fara yfir það sem ég tel að við eigum að leggja áherslu á þegar við hljótum að endurskoða menntastefnuna í borginni í kjölfar þessar niðurstöðu og annarri niðurstöðuna sem okkur hafa borist undanfarnum árum. Ég var búinn að nefna það að það þarf að vera alveg hreina línum við það að við viljum bæta menntun, við viljum bæta námsárangur og við viljum efla þannig velferð nemenda. Að sjálfsögðu kemur ekki til greina að við viljum ekki draga úr vellíðan nemenda þrátt fyrir að við leggjum áherslu á að bæta menntun. Það þarf að fylgja stöðugt með árangri og veita foreldrum upplýsingum stöðuna hverju sinni, til dæmis með samræmdum prófum og könnunum sem mæla einstaka námsgreinar eins og lestur og stærðfræði, en einnig almenna vellíðan í skólanum. Þegar að flestir hér sem sitja hér í sölum borgarstjórnar voru í grunnskóla, þá voru ekki gerðast líka vellíðunarkannanir. Þær eru gerðar núna og sjálfsögðu að leggja áherslu á þær. Meta þarf árangur í hverjum árgangi á nokkur ára fresti og jafnvel oftar. Markmiðin þurfa að vera skýr og mælanleg. Þannig getum við nota kannanir og samræmd próf til að bæta starfa á öllum stigum grunnskólans. Mér finnst velkomið til greina að auk bóknámsgreina þá megi þreyta samræmd próf í iðn- og listgreinum. Oft hefur verið kvartað við því, og sem alveg rétt, að Íslendingar eru of bóknámsmiðaðir. Þeir eru of bóknámsmiðaðir. Það er hlaðið undir bókgreinarnar á meðan að það er kannski ekki hlaðið eins undir iðn- og verkgreinar. Og við sjáum ákveðna tilhneigingu í skólakerfinu við að draga úr eða sem sagt að sumir kennarar vilja gengisfella samræmduprófin, draga úr vægi þeirra, meðal annars þeir benda á að nemendum gengum í misvel í samræmduprófunum. Það þarf að, ég tek alveg undir það sjónarmið að það hlýtur að vera hverju nemenda mikils virði að ljúka 10 ára skólagöngu í reykvískum skólum með því að ganga út með að minnsta kosti 1 eða 2 toppeinkunnir á bakinu og með því að þreyta samræmd próf í fleiri greinum heldur en bara í bóknámi, þá varum við að stuðla því að svo væri, að allir nemendur geti gengið út með minnsta kosti einhverja flottar einkunnir, líka þeir nemendur sem ekki sterkir í bóknáminu. Mér finnst líka komið til greina að samræmd próf í 10. bekk verði valfrjáls, það er að nemendur ráði því sjálfur hvort þeir taki samræmd próf og í hve mörgum greinum. Framhaldsskólar eiga einnig að ráða því hvort þeir noti niðurstöðu samræmdra prófa við inntöku og þá í hve mörgum greinum. Algjört lykilatriði í því að bæta skólastarfi í Reykjavík finnst mér að það þarf að auka áhrif foreldra í skólastarfi. Það er mjög mismunandi. Það var algjörlega skref í rétta átt á sínum tíma þegar var ákveðið að auka sjálfstæði skóla. Það held ég hafi skilað góðum hlutum í reykvísku skólastarfi. En þegar maður lítur á skóluna þá sér maður það mjög mismunandi hversu mikið þeir vilji raunni hafa, eða hvað þeir hvetja foreldra til að hafa áhrif í skólastarfinu. Margir skólastjórar reyna að ýta undir það, aðrir gera það ekki. Ég held að það þurfi að skilgreina aðkomu foreldra að skólunum í foreldrastarfinu, skilgreina hvernig þeir geti haft áhrif. Að sjálfsögðu erum við ekki að tala að foreldrar geti komið inn og stýrt skólanum. Það þurfi að vera hreina línu við það að það er skólastjórinn sem stýrir skólanum. Það er hins vegar mikilvægt að foreldrar séu hvattir til þess að hjálpa börnin sínum við námið og taka þátt í náminu með þeim. Og ég held að þurfa að stórauka upplýsingagjöf frá skóla til foreldra. Foreldrar eiga að fá upplýsingar frammistöðu einstakra skóla og eigi þannig auðveldara með að taka upplýsta ákvörðun valmilli skóla og námsbrauta og sjá bara hvað börn eru að fást við hverju sinni, þannig að þau hafi tíminn í dýrmætur, þannig að foreldrar geti metið með sjálfum sér hvar börn eru að þurfa aðstoð að halda og hvar ekki. Og þarna erum við til dæmis að tala aukin skil og yfirferð á verkefnum og prófum. Við sjálfstæðismenn höfum flutt tillögur þetta í menntaráði, skóla- og frístundaráði og fengið góðan stuðning við það frá meirihlutanum, tillögur sem beinlínis beina því til skólastjóra að kynna mjög vel niðurstöðu til dæmis samræmdra prófa og lesskimunar og stærðfræði kannana gagnvart foreldrum. Við telum líka mikilvægt að foreldrafélag fái umsagnarrétt vegna ráðningar skólastjóra. Við höfum flutt tillögur þetta í skóla- og frístundaráði og hún hlaut ekki hljómgrunn hjá meirihlutanum. Meirihlutin var tilbúin að fallast á einhvers konar hænuskref sem var allt of skammt stigið á okkar mati
okkur fannst þetta furðulegt vegna þess að meirihlutinn hafði lofað því þegar hann komst til valda að hann myndi stórauka áhrif foreldra á skólastarf. Þarna erum við að tala þegar við talum þennan umsagnarrétt foreldrafélags, þarna erum við að tala þrautreynda leið sem farin víða heim og allir eru sammála þar að sé mjög jákvæð á skólastarfið, að foreldrafélag fái að kynna sér hverjir hafi sótt skólastjóra stöðu, þeir sem eru til þess hæfir, og fái sumstaðar er þannig í heiminum að foreldrafélög ráða þessu. Við vorum eingöngu að tala umsagnarrétt, en meirihlutinn gat ekki fallist á það. Það þarf að auka nýbreytni og sveigjanleika í skólastarfi, draga úr miðstýringu, kjarasamningar stýra skólastarfi í of miklum mæli. Ég sannfærður það að vandi skólana í Reykjavík að nokkru leyti stjórnunarvandi. Það hef ég sannfærst eftir samtöl við fjölmarga skólastjóra og kennara. Það þarf að gera skólastjórum, það þarf að gera aukna kröfu til skólastjóra, gera þeim að nokkrum leyti betur kleift að stýra sinni skútu, stýra sínum vinnustað. Margir hafa kvartað við mig að þeir telji hafi of litla stjórn á skólanum. Það verður gert með sveigjanlegra starfsfyrirkomulagi og draga úr miðstýringu, en að sjálfsögðu verður það ekki gert nema með góðu samkomulagi við viðsemjendur borgarinnar þessu leyti sem eru kennarafélagið í borginni. Það þarf að auka samvinnu milli skólastiga, til dæmis með fjarnámi. Það var dregið úr því eftir kreppu, ég ætla að vona að það takist að auka það aftur, ekki til þess að nemendur almennt fái betri þjónustu, ekki síst til þess að afburðanemendur fái betri þjónustu. Ég held að sé mikið áhugjefni í reykvísku skólastarfi að afburðanemendur, þeir sem skara fram úr í ákveðnum námskeinum, þeir fá ekki nógu góða þjónustu. Við erum að mörgu leyti að standa okkur mjög vel gagnvart þeim sem eru þeim nemendum sem kannski eru á eftir, sem stundum er kallað, og þeim er hjálpað, en við þurfum líka að hjálpa þeim sem fara langt fram úr meðaltals nemandanum, og það hefur við alls ekki gert í nógu miklu mæli. Það hefur margoft verið sýnt fram á það erlendis að það er beinlínis mikilvægt fyrir þjóðfélagið að afburðanemendur þeir fái sem besta þjónustu. Þetta eru hlutverk þetta eins og allra nemendur verður mjög mikilvægt á vinnumarkaði og í hagkerfi framtíðarinnar. Það þarf að efla tækni og iðnmenntun. Þetta væri hægt að gera með auknu samstarfi milli skólastiga. Það væri hægt að byrja með einföldum hugmyndum eins og komið með verkfærakistur í leikskóla. Á síðasta kjörtímabili kom fram hugmyndir verknámsstofur á hjólum. Það kom líka fram hugmyndir að hér var tekið vel í hugmyndir sem okkur bárust að stofnun grunnskóla sem myndi leggja áherslu á iðn- og tækninám fyrir þá sem væri á unglingastigi, fyrir 13 til 15 ára gamla nemendur sem einhver hluta vegna vildu fara fyrr í iðn- og tækninámið heldur en nú boðið upp á og vildu gera það í gegnum grunnskólan. Ég held að það væri mjög gott ef hægt var að stofna slíkan skóla í Reykjavík og það væri hægt að gera það í samvinnu við einkaaðila. Þannig væri stuðlað að aukinni fjölbreytni og valfrelsi í kerfinu sem ég held að okkur veit ekki af. Og þá komum við öðru máli sem að ég held að sé rétt að styðja sjálfstætt rekna skóla til jafns við borgarrekna. Ég held að sé réttlætismál að fé fylgi barni. Við sjáum það líka að það skiptir máli að koma nýjum hugmyndum inn í menntakerfið og ekki allir að draga úr því. Það koma auðvitað mjög margar hugmyndir inn í gegnum í borgarrekna menntakerfi, en ég held að enn fleiri hugmyndir komist að í menntakerfinu ef við styðjum sjálfstætt rekna skóla til jafns við borgarrekna. Það er ekki allir, ég veit að það er ekki allir hrifnir af sjálfstætt reknum skólum. Ég man eftir því á síðasta kjörtímabili þá vildi Samfylkingin til dæmis ekki styðja það að grunnskóli Hjallastefnunnar fengi starfsleyfi hér í Reykjavík. Ég býst við því að þau sjá eftir þeirri afstöðu sinni núna. Ég held að allir séu sammála það að grunnskóli Hjallastefnunnar og aðrir sjálfstætt skólar hafa komið mjög margt jákvætt inn í skólastarfi í Reykjavík sem ég held að hafi með einhverjum hætti áhrif á borgarreknu skólana. Til dæmis bara þetta nýleg frétt það að einelti þekkist ekki
í grunnskóla Hjallastefnunnar. Ég veit að það vakti athygli í mörgum borgarreknum skólum sem hefur átt í, eða einhverjum borgarreknum skólum sem telja sig þurfi að bæta starfsitt þessu sviði. Og hvað er þá betur en að líta til þess skóla sem það sem slíkt mælist ekki. Nú við þurfum að setja forvarnir í forgang. Hreyfing og hollar tómstundir virka best gegn vímuefnaneyslu og offitu. Þá er stundaglas mitt þrotið að sinni, en ég mun eins og borgarstjóri bent á áðan að það er hægt að koma upp tvisvar og ég mun væntanlega kveðja mér aftur hljóðs til að geta lokið því að fara yfir þennan lista. Þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá er Marta Guðjónsdóttir næst á mælendaskrá. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Setta bara þetta. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér finnst að vera mikið umhugsunarefni að nágrannasveitarfélag okkar Garðabær er að ná talsvert betri árangri í PISA en við hér í Reykjavík. Mér finnst að dálítið sérstakt að nemendur, drengir í Garðabær, þeir standa sig jafnvel og drengir í Finnlandi í lesskilningi á sama tíma og okkar drengjum hér í Reykjavík fer mikið aftur í lesskilningi. Þessar staðreyndir ættu að duga til að allar viðvörunarbjöllur fari í gang. Það er ekki nóg að skoða og skrifa hverja skýrsluna á fætur annarri. Það þarf að bregðast strax við og fara í markvissar aðgerðir og setja sér skýr markmið til að bæta skólakerfið. Við þurfum að endurmeta menntastefnu borgarinnar og móta nýja sýn í menntamálum, fara í heildarendurskoðun á því námsefni sem notað er, fjölga tímum í íslensku og í lestri, auka sjálfstæði skólana og síðast en ekki síst nýta tíman betur í skólakerfinu. Nýlega rannsóknir benda til þess að námsefni skarist umtalsvert milli leikskóla og grunnskóla og síðan grunnskóla og framhaldsskóla. Af þessum að ráða að flestir grunnskólanemendur geta með góðu móti útskrifast úr grunnskóla ári fyrr en þeir gera nú. Ég tel því að við ættum alvarlega að skoða að stytta leikskólan 1 ár, hefja grunnskólakennslu við 5 ára aldur og útskrifa grunnskólanema ári fyrr en nú er gert. Þannig getum við slegið margar flugur í einu höggi, nýtt tíman betur og á sama tíma dregið úr námsleiða og bætt árangurinn. Við eigum að auka samfelluna í námi og við eigum að auka samstarf milli skólastiga. Þannig náum við betri árangri. Þá er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og þá er borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, þetta er bara frábær umræða og búið að koma inn á margt athyglisvert hér og hefur verið mjög gaman að hlusta og margt gáfulegt og uppbyggilegt sem að sagt hefur verið. Og líka gaman að heyra hugleiðingarnar um skólakerfið og eðli þess og tilgang. Ég var að tala um dönsku og mér finnst kannski byrja á því að segja að þarna kannski skilur svolítið, þetta er eitt af þessum mörgu atriðum sem skilja á milli í áherslum bestaflokksins og samfylkingarinnar þegar kemur að málum eins og svona ólík og bestaflokksins og sjálfstæðisflokksins líka því að það er svona það eru hjá báðum þessum flokkum, það er að segja sjálfstæðisflokknum og samfylkingunni, eru þessi gjarnan svona
sem mér finnst svona þessi, að því að við erum að tala menntun og stjórnmál, að það eru þessi sósíalísku viðhorf og Sjálfstæðisflokkurinn er mjög, já, mínu dómi mjög sósíalískur stjórnmálaflokkur og gerir oft alls konar sósíalískar hluti en það sem að, og ég hef talað fyrir því áður, að það sem að ég vil sjá í skólakerfinu er frekar heldur en kannski eitt stórt kerfi, miðstýrt kerfi, að þá vil ég sjá fjölbreytt og dreifðara kerfi með minni einingar. Og mér langar svolítið, mér finnst ágætis myndlíking, ég myndi vilja sjá skólakerfi svolítið eins og Subway. Að þú getur komið, bara eins og þú getur komið inn á Subway og þú getur farið bræðing og ég ætla að fá bræðing og þú hefur val. Það er ekki bara bræðingur sem er bara bræðingur að því einhver ákvað, bræðingur er 3 sneiðar af þessu, svona álegg og þetta krydd og gjörðu svo vel. Heldur þú mátt velja og það er meira að segja svona gler, þannig að maður getur hort á þetta og maður er spurður, viltu þetta eða viltu hitt og þegar maður er búinn að kynna sér þetta, kannski fara á subway.is og kynna sér hvað er í boði þarna áður en maður fer, að þá getur maður verið búinn að gera upp huga sinn áður en maður gengur frá kaupunum og ég get sagt, ég vil fá bræðing, salat mínus gúrkur og svartar ólívur og það er bara allt í lagi. Það er enginn sem segir við mig, en gúrkur eru svo hollar. Á ég ekki að skella nokkur gúrkusneiðum á fyrir þig? Nei takk, ég vil ekki gúrkur og ég hef fullt leyfi til þess. Ég þarf ekki að útskýra fyrir neinum á Subway af hverju ég vil ekki borða gúrkur. Mér finnst gúrkur einfaldlega vondar og mér er alveg sama þótt einhverjum öðrum finnist gúrkur alveg rosalega góðar. Það bara skiptir mig, gott fyrir hann, frábært, en bara mér finnast gúrkur vondar og ég vil ekki borða þær. Og á Subway þá hef ég þann rétt að ég get fengið bræðing án þess að þurfa að borða gúrkur. Og þannig myndi ég svolítið vilja sjá skólakerfið. Þar sem að, og ég hef notað þetta til dæmis í þessa myndlíkingu, til dæmis varðandi kennslu á dönsku og mér finnst að það eigi að vera val og að foreldrar og börn eigi að geta valið það hvort að þau kjósi að læra dönsku eða hvort að þau telji það mikilvægt fyrir sig að læra dönsku og sína framtíð og fyrir foreldrana og einhvern veginn í samráði við þá. Þannig að, en það er ennþá skylda að læra dönsku, en þetta er orðið vaxandi vandamál með fjölda, með sem sagt fleiri og fleiri innflytjendum í Reykjavík, að þá er danskan orðin gríðarlega mikið vandamál fyrir fjölda mörg börn og mér finnst mjög leitt hvað mér finnst það sorglegt hvað það er lítil umræða það innan svona skólasamfélagsins eða þeirra sem að láta sig skólamál varða. Það eru börn í Reykjavík sem að eru 2, 3 og jafnvel 4-tengd sem tala, hafa kannski eiga
segjum íslenska móður, pólskan föður og eru að læra íslensku og pólsku á sínu heimili og fá móðurmálskennslu og síðan læra þau ensku. Og það bara margir eiga bara fullt í fangi með að læra eitt tungumál þokkalega. En þessi börn eru í aðstæðum þar sem þau þurfa að vera nokkuð klár í 3 tungumálum. Og það að segja ekki bara slarkfær, heldur vel hæf til tjáskipta í 3 tungumálum. Og nútíma samfélag gerir þær kröfur að við séum nokkuð góð í ensku. Og fyrir marga af þessum krökkum að þá er það að þurfa að læra dönsku, algjört kvalræði og algjörlega tilgangslaust. Það hefur ekkert markmið. Og það er svona svipað eins og að vera neyddur til þess að borða gúrku þó mann langi ekki í hún og finnist hún vond en það er svona, það innan skólakerfisins eru ákveðnir hlutir sem troðið í mann með góðu eða illu. Helst með góðu og ef ekki með góðu þá með illu. Og eins og ég myndist á hér í máli mínu áðan og þetta hefur líka komið fram í það afbragðsgóður þáttur sem núna sýndur á RÚV, hinu umtöluðu sjónvarpsstöð sem heitir Orðbragð. Það verið að tala um íslensku og íslenska málnotkun og þar var viðtal við íslenskufræðing sem vakti nokkuð mikla athygli og hann spáði því, hann sagði að ef ekkert yrði aðgert, engar raunhæfar aðgerðir, að þá yrði íslenskan útdauð eftir 1 öld, eftir 100 ár. Og ég algjörlega sammála því og ég held að dauði íslenskunnar, hann muni fara fram í kyrrþey og útförin líka. Sem ekki eyja á Breiðafirði. Og talandi RÚV, að því að RÚV, Ríkisútvarpið hefur verið mikið í umræðunni í undanförnu og út af ýmsu uppsögnum og það er verið að tala pólitíska misnotkun á RÚV og svo framvegis. Og RÚV var upprunalega stofnað til þess að standa vörð nákvæmlega þetta og ég þeirra skoðunar að okkur hafi mistekist það sem við ætluðum að gera með RÚV. RÚV hafi algjörlega mistekist einhvern veginn týnt upprunalegu markmiðum sínum einhvers staðar og kannski ekki fundið jafnvægið og haldið að það mikilvægasta væri að ekki að viðhalda tungumálinu, halda tungumálinu okkar lifandi og spennandi og koma óvart með tungumálinu og leyfa því að þroskast, heldur að segja okkur fréttir og trúverðugar fréttir á landi sem aldrei gerist neitt á og sem er svolítið háleitt markmið en mjög sérstakt. Og nú búin að vera mikil, það búin að vera mikil svona mótmælaalda og vel unnarar RÚV sem að fólk sem mér mjög mikið tengt og mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Sem að já, svona stendur vörð RÚV og mér fannst svo athyglisvert, ég sá oft þegar maður heyrir eitthvað og dettur mann eitthvað í hug alveg eins og þegar að borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir var að tala hérna áðan háskólann. Ég sá daginn frægan íslenskan leikara sem sagði ég væri ekki leikari ef það væri ekki fyrir RÚV.
Og þess vegna langar mig til þess að nota tækifærið hér í dag og segja ég væri ekki leikari í dag ef það væri ekki fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Vegna þess að það var í stjórnartíð Sjálfstæðisflokksins sem að hleypt var á einkarekstur útvarps- og sjónvarpsstöðva. Og þar fékk ég tækifæri, þar fékk ég vinnu, þar fékk ég að gera það sem mig langaði til þess að gera. Og þannig að, og fyrir það ég fyrir það ég gríðarlega þakklátur og já, átti ekki að vera eitthvað ljós? Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil eins og aðrir þakka fyrir þessa umræðu sem er mjög góð en líka nauðsynleg og það sem hún er alþjóðleg. Stóru tíðindin með tilkomu PISA voru kannski þau að menntamála og skólapólitík var að alþjóðlegu viðfangsefni þegar reglulega tók að berast samanburður á ýmsu í skólastarfi og þáttum sem tengjast skólastarfi í gegnum OECD og PISA-verkefnið. Og við erum svona í raun nokkuð dæmigerð, sýnist mér á nokkuð óvísindalegri skoðun á alþjóðlegri umræðu í svona þeim löndum þar sem maður fylgist með fjölmiðlum varðandi PISA, en ég laði mig aðeins eftir því vegna þess að ég fannst það mjög áhugavert. Og áhugaverðust var umræðan kannski í Svíþjóð, þar var hún líka gríðarlega hörð, sem leiðarahöfundar dagblaða fullyrtu reyndar að vikan sem að PISA niðurstaðan birtist hefði verið vikan þar sem að hægri stjórnin í Svíþjóð tapaði kosningunum og það er þó ekki fyrir en eftir ár eða svo, ef ég kann það rétt, en það er vegna þess að Svíar þeir hrapa þjóðamest í PISA-samanburðinum. En þegar við erum í umræðunni og erum að horfa á okkar niðurstöður og Reykjavíkur niðurstöður í svona landssamhengi, hér vegna að landsbyggðinni virðist vera mjög illa, þróunin þar er mjög umhugsunarverð og síðan berum okkur saman jafnvel við minni sveitarfélög hér á höfuðborgarsvæðinu og Garðabæ sem gengur til dæmis vel en er fyrst og fremst kannski með einn skóla í athuguninni, að þá er auðvelt að gleyma kannski stóru myndinni sem er þau að til dæmis öll Norðurlöndin virðast vera að síga niður á við, líka Finnarnir sem hafa verið bestir í bekknum mjög lengi og þeirra niðurstöður eru núna svipaðar og það voru á Íslandi 2003. Og þá hlýtur maður að fara að spyrja sig, hvernig stendur á þessu og hvaða svona stóru breytingar er að verða í okkar heimshluta og kannski líka í Asíu þar sem skólarnir fara mjög mikið upp sem að útskýra þetta. Og þá fer umræðan að verða ansi spennandi. En ég tók með mér inn í ræðustól leiðara sem ég fannst mjög góður úr Aftenposten því að hann svona fjallar svolítið umræðina sem hefur verið hérna í borgarstjórn. Aftenposten er sænskt dagblað og er að setja fingurinn á það í þessum leiðara að svona einni hefðbundnu skólapólitík henta PISA-niðurstöðurnar ákaflega illa. Vegna þess að það sem er svona hefðbundið að tefla fram í skólapólitísku umræðu í Svíþjóð og hefur átt sína verðugu fulltrúa hér í ræðustól borgarstjórnar er ekki stutt neitt sérstaklega vel í niðurstöðum PISA-rannsóknirna því að 4. kaflinn í PISA-skýrslunni fjallar skýringabreytur og kannski svolítið stóra samhengið og er mjög áhugavert. Það er samt erfitt að draga þær ályktanir af PISA að meiri peningar í skólakerfið eitt og sér muni bæta það. Þetta hentar vinstri pólitíkinni í Svíþjóð mjög illa sem hefur bent á niðurskurð sem augljósa ástæðu fyrir
hruninu í sænskum skólum í PISA. En það sem raunar kemur fram að góð skólakerfi borga kennurunum sínum betur og í skólakerfum þar sem virðing borin fyrir hlutverki og störfum og í löndum þar sem borin meiri virðing fyrir starfi kennara að þá virðast skólakerfin standa sig betur. En það ekki síður áhugavert, ekki síst út frá ræðu borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar að það ekkert sem bendir til þess að einkarekstur eða sjálfstæðir skólar bæti skólakerfi. Það ekki einu sinni hægt að draga þær ályktanir að val á milli skóla sem konsept í skólamálum bæti skólakerfi. Val getur enga síður verið gott, það hugsanlega bara leiðir ekki til betri niðurstöðu. Guardian gekk ennþá lengra í umfjöllun sinni þetta og dregur þá ályktun af PISA að stóra markaðsvæðingar átakið í skólakerfinu á heimsvísu fái falleinkunn í PISA-niðurstöðunum 2012. Og hvað Guardian að tala þar? Þar verið að tala skólastefnu sem stundum kennd við Global Educational Reform Movement eða GERM, sem í bandarísku samhengi hefur verið kallað No Child Left Behind eða Race to the Top og hefur verið mjög áhrifarík og boðar kannski 5 hluti einkum. Í fyrsta lagi samkeppni á milli skóla. Í öðru lagi stöðlun á námsframboði og aðferðafræði í skólastofinu og í skólum. Í þriðja lagi mikla áherslu á því að safna árangursniðurstöðum, árangurstölum, prófum, skimunum og svo framvegis og birta þetta og bera þetta saman. Í fjórða lagi þá einkennist þessi stefna því að í raun vilja draga úr mikilvægi kennaramenntunar og leggja meira áherslu á að búa til sem flesta kennara hratt og í 5. lagi einkavæðingu í skólakerfinu sem leið að betra skólastarfi. Guardian segir að það séu kannski ekki síst 6 lönd sem hafa tekið þetta svolítið alla leið. Það eru Bandaríkin, England, Nýja-Sjáland, Ástralía, Svíþjóð og Chile. Og þessum löndum vegnar ákaflega illa í PISA og við þekkjum kannski sænska dæmið best. En ég verð eiginlega að vísa á Guardian fyrir frekari umfjöllun og það sem dregið fram sem 3 áhugaverðir þættir í þessari umfjöllun Guardians og ætti að vera okkur umhugsunarefni því að auðvitað má segja að PISA-könnunin sem slík auðvitað líka, þó við séum að nota hana hér til þess að einhvern veginn undirbyggja umræðina, hún auðvitað hluti af þessu að mæla eitthvað tiltekið og mun kannski þegar til lengdar lætur leiða til aukinnar áherslu á þær greinar og það sem verið að mæla. En þó virðast PISA-rannsóknirnar og svona greiningarnar á niðurstöðunum benda til þess að í skólum þar sem skólar hafa meira sjálfdæmi námskrána, kennsluaðferðir og hvernig árangur mældur, þar næst betri árangur en annars staðar á PISA. Og kannski gott dæmi sem oft nefnt í þessu sambandi finnska skólakerfið, þar sem að aðalnámskráður mun einfaldari heldur en hér. Ég hef nú ekki stúderað það sjálfur en það oft nefnt. Í öðru lagi þá eru góð skólakerfi einkennast af jöfnuði að það sé ekki mikill munur á aðbúnaði þeirra skóla sem í raun eru lakastir og þeirra sem eru bestir, þar að segja að það reynt að búa eins vel að báðum endum og hægt og að þetta sem kallað school choice eða skólaval virðist ekki hafa fylgni við betri árangur og einkavæðing virðist ekki vera beitt tæki til þess að bæta árangur í skólakerfum.
og það hafa svo sem verið haldnar lofræður hér í þessum sal bara á þessum vetri meira að segja sænsku leiðina í því að auka sjálfstætt starfandi skóla og ein slík var flutt hér bara áðan af borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni á þess að nefna Svíþjóð sem dæmi. En ég held að þurfa að dýpka þá þessa umræðu og horfa á það sem OECD er að segja, því að OECD verður nú sökuð ýmislegt en ekki það að vera á móti einkavæðingu, hvorki almannaþjónustu, skólum né annað. Þannig að þetta er eitthvað sem að skiptir auðvitað máli í þessu. En PISA segir líka að það skiptir máli að borga kennurum vel. Það er að vísu mjög mikill breytileiki á því hvað kennara fái mikið borgað, en það að þeir njóti virðingar í samfélaginu, það að þeim sé borgað vel, það að kennaranámið sé gott, að það virðist skipta mjög miklu máli. Á vettvangi sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu þá settum við af stað sóknaráætlun fyrir höfuðborgarsvæðið. Menntamál var einn af 3 meginstoðum í því mjög svo stóra verkefni og skólakerfi höfuðborgarsvæðisins í alþjóðlegum samanburði er ein af meginstöðunum í menntahluta sóknaráætlunarinnar. Þar núna liggur fyrir í drögum og er verið að vinna samanburður á höfuðborgarsvæðinu í alþjóðlegu samhengi með hliðsjón af PISA og það á að vera ásamt öðru eitt af svona lykilgreiningum sem hjálpar okkur eða býr til grunn fyrir frekari umræðu, bæði PISA og skólakerfið á höfuðborgarsvæðinu og hvað við getum gert betur. Þetta starf hefur sannfært mig að það er geysilega mikil deigla í skólamálum hér í Reykjavík og í sveitarfélögunum í kringum okkur. Það er mjög mikill áhugi að vinna með sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu að því að bæta skólann, búa betur að börnum, standa vörð jöfnuð og það sem tryggir árangur. En við verðum auðvitað líka að ræða skólastefnuna á breiðum grunni, ætlum við, vegna þess að okkur finnst PISA greinarnar skipta miklu máli, að leggja meira áherslu á þær, eða getur verið að það skipti ekki síður máli að rækta aðrar greinar eins og list- og verkgreinar, eins og önnur tungumál og svo framvegis, jafnvel þó að þær greinar sé ekki mældar í þessum alþjóðlega samanburði og við getum ekki barið okkur á brjóst eða sirt hvernig okkur gengur í því. Ég held við verðum að leyfa okkur í þessari skólaumræðu að horfa þessna yfir allt sviðið og ekki gefa okkur það að þessi samanburður eða annar sé hinn eini sanni, heldur þurfum við að taka þetta allt inn í myndina. Skólaumræðan er gríðarlega mikilvæg og menntastefnan ekki síður, en það sem hér er nefnt straumastefnur og það sem lesa má PISA hvernig þeim vegnar í alþjóðlegum samanburði hlýtur líka verða okkur áminning það áður en við hoppum á það sjálfkrafa af hugmyndafræðilegum ástæðum eins og vinstrimenn í Svíþjóð hafa haft tilhneigingu til að gera, að eina svarið séu meiri peningar inn í skólakerfið, eða hægri menn í Svíþjóð þar og hér að einkavæðing, meiri samræmd próf og birting á þessum skólagögnum sé það sem eigi að stýra þróun skólastarfs til framtíðar. Þá hefur Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, ég get tekið undir það með borgarfulltrúa Degi B. Eggertsinni að það má ekki láta viðbrögð okkar við þessari skýrslu og við megum heldur ekki móta skólastarfið eftir einhverjum svona hugmyndafræðilegum kreddum eða ástæðum.
og ákveðnir þættir, einhverjir fáir þættir sem hann nefndi, með ekkert stýra þróun skólastarfsins. Ég held hins vegar eins og ég flutti ræðu minna áðan og ég svo sem tókst ekki að ljúka við hana tímans vegna, get sennilega gert það núna, að þar voru nefnd fjölmörg atriði sem ég held að þurfi að hafa áhrif á það þegar við mótum skólastefnu hér í Reykjavík til framtíðar. Ég kann tekið undir margt að ég sem borgarfulltrúinn sagði, en ég líka frábið mér það að það sé verið að draga upp eitthvað svona línu það að Sjálfstæðisflokkurinn leggja áherslu á okkur alþjóðlega stefnu sem hafi ekki gefist vel. Þessi stefna sem borgarfulltrúinn gat í ræðu sinni og byggðist á 5 þáttum. Það var ýmislegt sem ég var sammála í þeirri stefnu en ekki allt. Og auðvitað hljótu við hverju sinni að reyna að tileinka okkur það sem best hefur gefist í öðrum skólakörfum og reyna að innleiða það hér auðvitað með okkar hætti. Ég held að það hafi hvergi komið fram í ræðu minni áðan að einkavæðing í skólastarfi ætti að vera einhver alfa og omega hér í þróun skólastarfs á næstu árum. Ég held að ég hef ekki sagt neitt sem geti gefið það til kynna. Hins vegar talaði ég bara vel þá skóla sem nú þegar eru starfandi. Nefndi hér að vissu nýja hugmyndum svokallaðan tæknigaggó eða skóla á unglingastígi sem kom fram hugmyndur að síðasta kjörtímabili sem myndi leggja áherslu á inn- og tæknimenntun. Það voru einkaaðilar sem komu fram með þá hugmynd og ég nefndi það til dæmis það að þar stíga einkaaðilar fram á sjónarsvið. Já, einkaaðilar, bara menn með langa reynslu af opinberu skólastarfi. Þar stíga þeir fram á sjónarsvið með ákveðna hugmynd sem hefur verið reynd í öðrum löndum og gefist vel og töldu að hún geti átt vel við hér í Reykjavík, hér á Íslandi. Og ég tek alveg undir það, en til þess að rekstur, ég tala líka það sem réttlætismál, til þess að rekstur sjálfstætt rekinna skóla geti verið með sómasamlegum hætti, þá tel ég rétt að láta fé fylgja barni, láta sama fé fylgja börnum sem ganga í sjálfstætt rekinna skóla, einkaskóla, eins og í opinberu skólana. Og það myndi líka gera væntanlega þeim skólum það kleift að fella niður skólagjöld. Ég sé fyrir mér að það veri hægt að semja við einkaskólanum þar sem myndi fá þannig fullt fé með hverju barni að þeir myndi fella niður skólagjöld í staðinn og ég býst við að flestir þeirra væru tilbúnir til þess. Svo held ég að veri bara, ég held að, eins og ég segi, ég held að ég hef ekki sagt neitt sem gef það til kynna að einkavæðing myndi hér bjarga öllu, en ég held eins og að það veri mjög merkilegt að sjá út úr þessari skýrslu hvernig sjálfstætt reknir skólar hér á Íslandi, hér í Reykjavík hafa staðið sig. Þó að vissu leyti sé erfitt að gera slíkan samanburð bara með tilliti til þess hversu fámennir þeir eru flestir. En ég tek undir það, við verðum að sjálfsögða að ræða þessi skólamál á breiðum grunni og algjörlega forðast að taka einhver eina lausn erlendis frá og teljum geti bjargað okkur, enda sagði ég það aldrei. Og ég tek undir það að það skiptir auðvitað miklu máli að greiða kennurum sómasamleg laun og ég velti fyrir mér hvort og ég held að það sé stefna allra flokka hér í borgarstjórn að gera það. Nú stefnir í ennina kjaraviðræðurnar sem verður örugglega ekkert auðveldar, en ég velti fyrir mér hvort að þetta kerfi sem við höfum kallað yfir okkur í skólastarfinu, og það auðvitað ber allir flokkar ábyrgð, nema kannski ekki vesturflokkurinn, að þetta kerfi hefur vaxið og vaxið og starfsmönnum fjölgað og það verður gaman að sjá bara samanburð milli okkar og PISA-landana bara með fjölda starfsmanna. Við vitum það að við erum að reka mjög dýrt grunnskólakerfi, eitt dýrasta í heimi. Við erum með marga starfsmenn og það eru ýmsar ástæður fyrir því. En það segir sig eiginlega sjálft að eftir því sem við fjölgum starfsmennum í kerfinu þá verður erfiðar að greiða þeim sómasamleg laun. Kæmi til greina, velti ég fyrir mér, að snúa þessari þróun við og reyna jafnvel að stefna markvisst að því og væri það raunhæft að reyna að fækka starfsmönnum í skólastarfi, ég er ekki bara hér að tala kennari, ég er að tala um bara alla starfsmenn heildina, væri raunhæft að reyna á einhverju árabili að fækka starfsmönnum í skólastarfi en nota þann ávinning sem af því hlýtist til þess að bæta kjör hinna sem eftir eru. Það segir sig sjálft að það er erfitt að fjölga starfsmönnum áfram í kerfi og hækka laun þeirra samsvarandi. Það er mjög erfitt. Ég held í munið að rétt að á 10 ára tímabili frá 1998 til 2008 þá
Mér minnir að þá hafi starfsmönnum skóla í Reykjavík fjölgað hátt í 40% á meðan nemendum fjölgaði ekki neitt. Það eru auðvitað til ástæður fyrir þessu, skólan, aðgreiningar og ýmsar fleiri ástæður og allir þessir starfsmenn hafa nóg að gera. En maður veltir í fyrir sér ef við hefðum séð þessa þróun fyrir og ákveðið að fjölga minna en hækka launin meira, ég velti fyrir mér hvort að skólamálin væri hér í betra horfi nú. Þau gætu verið það ef svo kenning er rétt að það skipti, sem ég held að sé alveg rétt, að það skipti máli að borga kennurum og öðru sem vinna við skóla sómasamleg laun. En af þeim atriðum sem ég nefndi hér áðan þá átti ég eftir að nefna tvö sennilega. Við teljum að það þurfa að leggja áherslu á að setja forvarnir í forgang. Það er alltaf að sýna sér betur og betur að hreyfingu og hollar tómstundir. Þeir virka best í baráttum við vímuefnaneyslu og offitu. Og þarna held ég að séu sóknarfæri í Reykjavík að auka samstarf Reykjavíkurborgar, íþróttafélaga, foreldrafélaga og æskulýðssamtaka. Við þurfum að efla jafningjafræðsluna. Við getum virkað ungmennaráðin í skólunum í auknum mæli. Ég held að við þurfum að skoða kosti þess að taka upp blandað kerfi í frístundakerfi barna og unglinga í samstarfi við íþróttafélögin. Það er langt síðan hefur verið átt sér rauninni gagnrýnin umræða hér í borgarstjórn leikfimikennslu í Reykjavík og íþróttakennslu. Ég held að við þurfum að skoða kosti þess að taka þessa kennslu meira inn í skólana, blanda þessu meira saman, auka fjölbreytni í stað einhæfni íþróttaiðkun, gera íþróttirnar skemmtilegri, hafa minni áherslu á keppni og úrval. Slíkt kerfi er víða erlendis, til dæmis í Svíþjóð og í Bandaríkjunum og í þeim kerfum er mun minna brottfall í íþróttum heldur en er hérna í barna- og unglingaíþróttum heldur en er hérna í Reykjavík. Og með minna brottfalli á þessum viðkvæma aldri, kringum 13-14 aldurinn, það þýðir þá auðvitað bara öflugri forvarnir. Og framhaldsskólamálin, við höfum talað hérna mikið samstarf milli skólastiga. Það hefur verið mjög ánægjulegt að sjá hvernig á undanförnum árum samstarfi hefur verið að aukast á milli leikskólastigsins og grunnskólastigsins og ég held að það sé rétt að við höldum þeirri þróun áfram. Þar finnst mér málin verið í góðu horfi. Ég held að við þurfum að auka samstarfi meira á milli framhaldsskólans og grunnskólans. Það er hægt að gera það með ýmsum hætti. Mjög hátt brottfall í framhaldsskólum er mjög mikið áhyggjuefni og ég held að framhaldsskólar þeir þurfi að fá aukið sjálfstæði og til að þeir geti aukið sína sérhæfingu og dafna á eigin forsendum. Það er ég held að við getum stuðlað að auknu samstarfi milli verkmenntaskóla, framhaldsskólastigi og grunnskólana. Slík tilraun stendur yfir í Hafnarfirði og hefur gefist mjög vel. Og síðan er þetta mjög spennandi að það má reikna með að þurfi að reisa nýjan framhaldsskóla í eystri hluta höfuðborgarsvæðisins á næstu árum eða kannski næstu 10 árum. Og það hlýtur að vera spennandi að undirbúa þann skóla vel og reyna að tryggja það að sá skóli verði helst innan borgarmarka Reykjavíkur og gæti komið til greina að Reykjavíkurborg tækja sér rekstur slíks skóla eða hann er rekinn af einkaaðilum. Og ég sé vel fyrir mér að slíkur skóli að hann yrði þá annaðhvort með bekkjarkerfi, það vantar slíkan skóli í eystri hluta borgarinnar, eða það er tekin alveg ný stefna og byggt á sama módel eins og er gert í Borgarnesi þar sem er heill framhaldsskóli sem gengur mjög vel, sem byggist á verkefnaskilum en nánast engum prófum. Þannig að það er fjölmargt sem ég held að sem hægt er að gera til þess að bæta skólastarfi í Reykjavík. Ég held að borgarstjórn þurfi bara í fyrsta lagi að setja þetta meiri í fókus, leggja áherslu á stefnumótun og leggja síðan áherslu á raunhæfar aðgerðir til þess að fylgja stefnumótunin eftir. Þrátt fyrir allt þá held ég að sé í skólamálum þá eigi að vera fleiri hlutir sem samin okkur frekar en hitt. Við getum þetta tekist á dönsku eða ensku eða slíka hluti sem menn kannski vera seint sammála en ég held að sé fjölmargt líka í skólastarfinu hér í Reykjavík sem við erum sammála að þurfi að laga og þurfum að bara leggja meiri áherslu á leggja meiri áherslu á skólamálin hér í borgarstjórn til þess að svo geti orðið. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu. Þá tekur til máls háttvirtur borgarstjóri. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn.
Já, ég var hérna í máli mínu áðan að ljúka lofi á Sjálfstæðisflokkinn og ruglaðist, það núna rautt ljós á mér. En ef ég man þetta rétt þá gerðist þetta einhvern veginn þannig að 80 og eitthvað þá fóru starfsmenn BSRB í verkfall og sjónvarpsútsendingar og útvarp lamaðist og upp frá því varð háværari krafan eitthvað alternatíf, eitthvað annað heldur en bara RÚV og þar með kom Stöð 2 og Bylgjan og fleira. Það var svona option. Maður gat valið, maður var ekki skyldaður bara til að, jú maður reyndar skyldaður til þess en að borga fyrir það, en maður gat horft á eitthvað annað sko, og maður hafði val. Og svona það sem að manni svona hélt að gagnaðist manni best. Margir stóðu í þeirri trú þegar að einokun Ríkisútvarpsins á sjónvarpsútvarpsmarkaði var afnumin eða hnekkt að það myndi hafa í för með sér einhvers konar hnignun, það væri einhvern veginn það væri ógn við hið gífurlega mikilvæga hlutverk Ríkisútvarpsins eða Ríkisútvarpsins og sjónvarpsins. En sko ég hef verið þeirrar skoðunar að það eigi eða ég myndi vilja, og þetta náttúrulega byggir líka á auðvitað litað af minni persónulegu reynslu af minni eigin skólagöngu, þannig ég alls ekki að alhæfa það sé rétt, en ég talsmaður þess að skoða möguleika á því að afnema skólaskyldu á Íslandi, að börn séu ekki skyldu til þess að mæta einhvers staðar í einhvern skóla, frekar en þau og foreldrar þeirra kjósa, og þetta eru ekki allir sammála, en ég vil samt ítreka það að ég geri greinarmun á skólaskyldu og kennsluskyldu, að einhvert eftirlit yrði með því að kennsluskyldu yrði fullnægt og börnin fengju uppfræðslu í því sem að nauðsynlegt að þau fengju uppfræðslu í. Og ég sé ekki alveg ógnina í því, og ég lít svolítið til reynslunar með RÚV, og mér finnst varðandi, af því að við erum að tala niðurstöðu PISA-könnunarinnar og þetta klingir svolítið í eyrunum á mér að börn séu hætt að geta, eða færri og færri börn geti lesið sér til gagns, og mér finnst það hljóti fyrst og síðast að liggja í tungumálinu og valdi og skilningi á tungumálinu. Og ég sem unnandi íslensku og íslensks máls, að þá þetta mér mikið hjartans mál, og mér finnst að megi vera meiri áhersla á meiri umræða einmitt það að gera íslenskuna meira aðgengilegri börnum, af því að það svo margt, eins og ég talaði áðan, sem ógnar henni, eins og enskan. Og ég var að
fer þá óneitanlega ósjálfrátt að tala RÚV sem að mér finnst og mörgum hafa sem sagt týnst á leið, hafa villst af leið og ekki náða að vera það pródúkt sem að það var búið til þess að vera og mér finnst vandinn þar eins og mjög víða í íslensku stjórnkerfi eða íslenskum stofnunum óþarflega mikil pólitísk afskipti og skortur á fagmennsku. Mér finnst það svona bara vera vandi í hnotskurn og ég alls ekki með útúrdúr hér vegna þess að sjónvarp alveg gríðarlega mikilvægt kennslutæki. Í gegnum sjónvarp þá lærum við og í gegnum sjónvarp þá lærum við ensku og í gegnum sjónvarp þá lærum við náttúrufræði. Það náttúrufræði sett fram á myndrænan og áhugaverðan hátt. Í gegnum sjónvarp þá lærum við samfélagsfræði og við lærum lífsleikni. Samfélagsfræði þegar við horfum á sjónvarpsþætti sem að lýsa einhverju sem að gerast í okkar eigin samfélagi. Og við sjáum þetta gert með góðum árangri í leiknu sjónvarpsefni og sem hefur vel sérstaklega til dæmis eins og danskt sjónvarpsefni. Og við lærum gríðarlega mikið til dæmis bara samfélagsmál í Danmörku með því að horfa á þætti eins og Borgen til dæmis. Við lærum bara ýmislegt stjórnmál í Danmörku með því að horfa á þætti eins og Borgen. Og þetta finnst mér skorta upp, mér finnst þetta skorta hér. Vegna þess að það sem við náttúrulega lærum kannski fyrst og fremst í gegnum sjónvarpið, það íslenska. Sjónvarpið eitthvað virkasta tæki sem við höfum til þess að kenna íslensku og kenna börnum að lesa sér til gagns. Og kannski smá svona leynileið til þess. Gera hluti sem að í fljótu bragði kannski ekki virðast spennandi, gera það áhugaverða með því að matreiða og setja það fram á spennandi hátt. Og það væri virkilega gaman að heyra hver afstaða ef oddviti sjálfstæðismanna hér í borgarstjórn, ég veit nú eiginlega bara ekki almennilega hver það ég held að viti það enginn, en eða minnst einhver úr sjálfstæðisflokknum gæti kannski komið hér upp og sagt hver væri afstaða sjálfstæðismanna til þess að afnema skólaskyldu og bjóða foreldrum upp á valmöguleika í menntun barna sinna, hvort að þau vilja bara kenna krökkunum sínum að til dæmis bara elda og þurfa ekkert að læra dönsku eða eitthvað sem kemur ekki eldamennsku við. Og ef ég á barn sem bara fætt til þess að vera kokkur og á hverju má það þá ekki bara vera kokkur. Þetta rosalega gaman að heyra hver afstaða sjálfstæðismanna til þess en ég held að ég sé alveg örugglega komin yfir á ég á 1 mínútu eftir og ég ætla að nýta hana. En mér finnst þetta bara fyrst og fremst alveg ofboðslega mikilvæg og skemmtileg umræða og mér finnst gaman að heyra í ykkur og heyra ykkar skoðanir og áherslur í þessum málum og mér finnst gaman að fá að fjasa þetta og svo líka bara svo oft talar maður sig jafnvel bara inn í eitthvað sem að maður var ekki alveg meðvitaður að maður væri að hugsa. En takk fyrir. Þá hefur hv. borgarstjóri Jón Gnarr lokið máli sínu.
Það eru ekki fleiri á mælendaskrá og nú verður gert örstutt fundarhlé áður en til afgreiðslu verður. fundi framhaldið. Það hafa ekki aðrir óskað eftir að fara á mælendaskrá og þá tökum við þá tillögu til
til afgreiðslu. Já. Borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir kemur upp til að ræða fundarsköp. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Mér þykir miður að svo ákvörðun hafi verið tekin hjá meirihluta þessarar borgarstjórnar að vísa þessu máli til borgarráðs, sérstaklega vegna þess að það er ítrekað búið að segja við okkur í gegnum skýrslu stjórnskipulag Reykjavíkurborgar að þetta sé staðurinn til að afgreiða af eða á. Það er miklu heiðarlegra af ykkur hér að segja nei og hafna þessari tillögu heldur en að gera það sem þið gerið alltaf, að senda þessar tillögur okkar minnihlutans í borgarráðs og svæfa. Ég á til dæmis eina tillögu sem var samþykkt hérna með öllum atkvæðum greiddum í borgarráð og ekkert hefur gerst. Þetta er það sem þið standið fyrir. Þið standið fyrir það að vísa tillögum í borgarráð og svæfa þær. Og nú ætlið þið að gera það að taka tillögur sem var samþykkt af öllu menntaráði, mikilli ánægju og vísa henni líka til borgarráðs, bara til þess að geti ekki tekist á við það að minnihlutinn sé með einhverja góða tillögu og afgreitt hana. Mér finnst þetta miður og það er bara kjánlegt að heyra rökin fyrir því að það sé ekki búið að kynna ykkur þessa tillögu. Þeir eru búin að hafa þessa tillögu í 2 ár á ykkar borði, í ykkar meirihluta. Þið hafið allar upplýsingar um það að strákar hafi verið að fara aftur úr. Þið vitið allt um málið. Þessi tillaga kemur ekkert á óvart. Það þarf ekkert að rýna hana neitt betur. Hún er mjög skýr og afdráttarlaus og hún er búin að vera unnin af fagfólki á skólafrístundasviði, samþykkt af skólafrístundaráði og hér er hún og þið ætlið að vísa þessu til borgarráðs svo að þið geti eitthvað að möndla með þetta og passa að minnihlutinn geti ekki fengið neitt til þess að sýna fram á. Þetta er gamla, góða pólitíkin, aftur og enn. Þá hefur Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir lokið máli sínu. Reyndar fundarsköp en það er áfram náttúrulega opin mælendaskrá fyrst við erum ekki byrjuð að afgreiða málið þannig að næstu tekur til máls Dagur B. Eggertsson. Borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, þessari tillögu vísað, fyrst og fremst vegna þess að hún er seint frá komin, hún kemur beint inn á fundinn, það er orðinn plagsiður hér í borgarstjórn að stórar og smáar tillögur birtast hér án fyrirvara og þarf að samþykkja inn með afbrigðum. Við höfum gert það. Við höfum samþykkt tillögurnar inn með afbrigðum þannig að það er fái umfjöllun og liggi undir í málinu en það er sjálfsagð og eðlileg regla og í raun bara til marks það að við tökum hlutverk okkar hér í borgarstjórn alvarlega að afgreiða ekki hlutina óséða hér leið að birtast í salnum heldur láta að fá viðeigandi umfjöllun áður. Tillögur sem að berast með eðlilegum fyrirvara það gegnur öðru máli og mér finnst svolítið undarlegt að bresta á með löngum ræðum það að meirihlutin eigi að gera eitt eða annað við hluti, halda þið fram að þeir hafi legið fyrir árum saman. Ef svo er þá hlýtur líka að vera hægt að leggja á fram með 2 daga fyrirvara eins og samþykktur stjórn borgarinnar segja til. Og þá er þetta allt í eðlilegu horfi. Þá var borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson veitt andsvar, var borgarfulltrúi Þorbjörg Helga að biðja andsvar. Þá óskar eftir að veita andsvar borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir. Nei, þú varst bara að taka til máls fyrir ekki það. Þú ert að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúa Dags B. Eggertssonar. Já. Borgarfulltrúar, forseti ágætu borgarfulltrúar. Það er ekki rétt að það séu stöðugt að koma hérna inn tillögur án fyrirvara, án kynningar. Það er bara alls ekki satt. Og ég ítreka sem ég sagði áðan, ef að borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson geti hort á mig á meðan ég ræði hérna í borgarstól. Nei, hann ætlar ekki að gera það. Ég ítreka það sem ég sagði áðan, þetta gerist með allar tillögur sem að minnihlutinn leggur fram. Þeim er alltaf vísað úr borgarstjórn svo það sé örugglega ekki samþykkt neitt sérstaklega hér nema tilvísun eitthvert. Og það er það sem ég er að ítreka hér, það er verið að tala það í úttekt sem allir borgarfulltrúar mærðu hérna á löngum fundi að við ættum að afgreiða afdráttarlaust hér vegna þess að stefnumörkun fer fram í borgarstjórn, ekki borgarráði. Og að lokum
Ef að við ætlum að fara að tala einhver vinnubrögð hér hvenær tillögur koma fram, þá bendi ég aftur á að við fengum gögnin klukkutíma fyrir borgarstjórnarfund. Þá hefur borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir veitt andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég held að sé nú allt komið fram í þessu. Ef að tillögur koma inn með skömmum fyrirvara finnst mér eðlilegt að vísa þeim til umfjöllunar í borgarkerfinu. Þessi vinnubrögð legg ég til að verði rædd í forsætisnefnd. Það er eðlilegur vettvangur fyrir þetta frekar en þessi salur borgarstjórnar þó að þetta sé ágætt. En ég ítreka samt að mér finnst þetta að vera plagsiður þegar koma hérna stórar og smáar tillögur inn með engum fyrirvara á fund borgarstjórnar, jafnvel í miðri umræðu. Og það er erfitt að bregðast við því öðruvísi en að vísa þeim til einhverja frekari umfjöllunar. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson svarað andsvari. Þá tekur til máls hv. borgarstjóri Jón Gnarr. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi nú bara koma hérna upp út af ræðu borgarfulltrúa Þorbjargar Helgu Vigfúsdóttur og er nú gaman ef borgarfulltrúin gæti hort á mig á meðan að ég er að tala hann, af því það er góður siður. Mér hefur fundist þetta ágætis verklag þegar að tillögur koma fram í borgarstjórn að vísa þeim í borgarráð til umfjöllunar og frekari skoðunar og mér finnst ekkert óeðlilegt við það verklag og ég tek undir það með borgarfulltrúa Degi B. Eggertssyni og það væri líka vel þegið að hann horfði á mig þegar ég segi nafn hans. Og ég held að það sé bara góður siður sem við ættum öll að tileinka okkur. Ég á reyndar erfitt með það því að ég sé ekki alltaf þarna, já, ég tek undir það með borgarfulltrúa Degi B. Eggertssyni að mér finnst oft koma tillögur ókynntar inn í borgarstjórn og ef að þeim er ef það er ekki samþykktar að þá kemur það einhvern veginn í Morgunblaðinu sem eitthvað meirihlutinn, mótfallinn, eitthvað blaðamál úr því. Þannig sé ég það mjög gjarnan. En það er kannski misskilningur hjá mér og svo bara ítreka ég að því við vorum nú hér að tala um skólamál þá ítreka ég áskorun mína að einhver fulltrúi Sjálfstæðisflokksins komi hér upp og greini frá afstöðu til skólaskyldu og kalla eftir því. Ég hef ekki heyrt neitt það ennþá. Takk fyrir. Þá er hv. borgarstjóri Jón Gnarr lokið máli sínu og þá veitir andsvar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla að reyna að svara spurningunni sem til okkar var beint og ég geri það ráð fyrir að borgarstjóri verði jafn duglegur að svara spurningunni til hans er beint. Ég hef nú reyndar reynslu af því allt kjörtímabilið að beina stöðugt spurningu til borgarstjóra sem maður fær síðan aldrei svör við. En við erum ekki eins og hann að við svörum að sjálfsögðu reynum að svara þeim spurningu til okkar er beint. Nú skólaskylda, ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé hlynntur skólaskyldu, hins vegar og þess ást nú merki, en hins vegar þá finnst mér alveg að þeim er ræðum það hvort að það afnema skólaskylduna og láta þá náttúrulega fræðsluskylduna sitja eftir. Þetta hefur verið prófað erlendis, ég held til dæmis í mörgum fylkjum Bandaríkjanna sé sko fræðsluskylda en ekki skólaskylda og mér finnst það bara allt í lagi ef það verður hægt að sýna fram á það með óyggjandi hætti að börnin fengju viðeigandi fræðslu þá þyrfti ekki beinlínis að skylda til þess að ganga í skóla. En svo ber á hinn bóginn að líta það
Og það er kannski það sem ég finnst kannski verið að þungaðastu rökin gegn því að afnema skólaskylduna. Það minnir að skólaskylduna hafi verið komið á 1907 eitthvað slíkt. Það leiti sem við Dagur Bjarkisson vorum að byrja í pólitík. Ég held að skólaskyldan eða það að gangi í skóla og þungaðastu rökin gegn því að afnema hana sé að það sé ekki bara fræðslan sem er verið að láta börnin njóta í skólanum, heldur það skiptir líka máli að þar umgangist þau jafnaldra sína og nái þannig líka færni í félagslega, nái færni í mannlegum samskiptum og það hefur verið bent á það að þar sem skólaskylda er ekki við lýði erlendis heldur einungis fræðsluskylda og foreldrar hafa þá bara haft börnin heimi á sér og frættu þar og oft hefur það gefist vel og það er fylgst með því. En þau hefur hins vegar verið haldið fram að gallinn við þessi aðferð sé sá að þau nái ekki sambærilegri færni í mannlegum samskiptum. En ég held að þetta sé bara að sjálfsögðu eitt af því sem að skoða með opnum og fordómalausum hætti. En ég held ég viti það rétt að engin stjórnmálaflokkur á Íslandi hefur þetta raun á sinni stefnuskrá nema þá kannski besti flokkurinn. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon veitt andsvar og þá svarar andsvari borgarstjóri Jón Gnarr. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir þetta ágæta svar og ef ég skil rétt að þá er Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík fylgjandi því að skoða að það að afnema skólaskyldu. Og síðan langar mig, ég hef nú bara lagt mig mikið fram að koma hér upp og svara þeim spurningum sem til mín hefur verið beint og oft hefur mér nú fundist, þetta var nú sérstaklega mikið svona í upphafi þegar ég var svolítið út á þekju og þá komu þið gjarnan hérna upp og voru með einhverja fyrirspurnu og bættu við þær að þið vildu að ég svaraði þeim inn á fundinum og mér fannst það nú oft svona til þess gert einhvern veginn að koma mér úr jafnvægi eitthvað svona, reyna að finna eitthvað sem ég vissi ekki og svona og ég reyndi nú að svara því, hef nú alltaf reynt að svara því eins vel og ég geta og finnst ég alls ekki, minnst þetta ómaklegt sem að borgarfulltrúin var að segja hér áðan og mér langar bara að spyrja hann á móti, hvaða spurningu áttu eftir að fá ósvarað? Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri Jón Gnarr svarað andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, hvað er ég, 30 sekundur? Sá stutti tími sem ég hef hér til andsvara myndi nú örugglega ekki duga til þess að telja upp allar þær spurningar sem við höfum beint til borgarstjóra á kjördæmabilinu og hann hefur algjörlega verið látið ósvarað. Og þessar spurningar voru ekki lagðar fram í því skyni að klekkja á honum, síður en svo. Það er ekki, oft er það þannig að borgarstjórar sem eru vel inn í málum reyna að tileinka sér það helsta sem fylgir starfinu. Þeir geta og þeir hafa mjög margir svarað spurningum hérna bara spontant. Ég held að við hefum síðan bara svona kannski mitt kjörnabili hefur við kannski gefist upp á því að beina spurningum til borgarstjóra vegna þeim var yfirleitt ekki svarað. Fórum frekar þá leið að gera það skriflega í borgaráði. En því miður þá, og það er miður vegna þess að borgarstjórn hefur í meira en 100 ár verið mjög bara lifandi vettvangur fyrir borgarmál, málstofa, þar sem menn hafa, og borgarstjóri ekki síst hafa tekið með virkan þátt í umræðum, upplýst hverjir aðra það sem er að gerast á vettvangi borgarinnar. En það hefur því miður dregið úr því á þessu kjörtímabili. Hins vegar er ég mjög ánægður að heyra það að borgarstjóri telur sig kannski núna að vera komið betur inn í málin og lýsti yfir ákveðnu vilja til þess að svara þá spurningu frá okkur. Og ég hlakka þá bara til þess að við getum örugglega bara tekið þráðan upp að nýju og bara spurt út í hinn og þessa málaflokka. Svörin þurfa ekki endilega að koma fram á sama fundi. Þau með að koma fram á næsta fundi og eftir eða eitthvað slíkt eða ég man eftir því hér árum áður þegar að hér voru borgarstjórar sem svöruðu á fundinum, gátu kannski ekki svarað öllu og sendu manni þá minnisblað eftir fundin. Það er hægt að gera þetta með ýmsum hætti og ég ætla að vona að sjálfsagt spurningar til æðsta embættismanns borgarinnar sem borgarstjóri að það verði ekki túlkað þannig eins og það sé eitthvað það séu lagðar fram í því skyni að koma viðkomandi úr jafnvægi. Enda hef ég sem betur fyrir aldrei séð borgarstjóra að fara úr jafnvægi á þessu kjörtímabili. Vona að það verði bara svo áfram. Þá hefur
Kjartan Magnússon veitt andsvar öðru sinni, en þá tekur til máls hv. borgarstjóri Jón Gnarr. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég þakka fyrir þetta svar, þetta sérkennilega svar borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar, þar sem að hann fór í löngu máli yfir það að honum gæfist ekki tími til þess að rifja eða koma fram með það sem að ég hefði ekki svarað. En vissulega hafði hann alveg tíma til þess, en ég kannski kom spurningin flatt upp á borgarfulltrúan, hann var ekki viðbúinn og þar kannski aðeins að safna saman í nokkrar góðar spurningar. Og ég get ekki tekið undir það að ég hafi verið seitt til þess að svara. Mér hefur yfirleitt verið ljúft að svara þeim spurningum sem að mér hafa verið beint, og ég minnist þess ekki, ef að það hefur verið eitthvað svona sem að ég hef ekki vitað, þá hef ég gjarnan komið hér upp og sagt frá því að ég væri ekki með svarið við tiltekinni spurningu, en ég myndi útvega upplýsingar og koma með svarið og oft hefur það jú verið þannig að og það hefur út af einhverju misskilningi eða eitthvað svoleiðis, að þá hafa komið fram spurningar hér í borgarstjórn sem hefur verið svarað efnislega í borgarráði, og ég veit að það hefur komið upp atvik hér í borgarstjórn þar sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon var bara ekki upplýstur svör sem hann hafði óskað eftir, en svörin voru lögð fram. Ég tel mig ekki hafa neitt komist úr jafnvægi hér, þó að þetta hafi nú verið svona oft kannski svona, hvað maður að segja, svona svolítið spennandi, það verið svolítið svona mikið tempó, og ég minnist þess einu sinni að borgarfulltrúi hafi eitthvað fyrst við mig af því að ég hafi ekki svarað, og það var borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir sem varð eitthvað fói út í mig fyrir að hafa ekki svarað spurningu sem hún beindi til mín, en það er eina atvikið sem að ég man eftir. En nú er það jú oft þannig að spurningum sem að til mín er beint eru spurningar sem eru settar fram í einhvers svona hugleiðingastíl eða jafnvel með einhverju svona siðrænu eða heimspekilegu ívafi. Og mig langar og með leyfi, nei, ég þarf ekki að segja það, fólk segir þá gjarnan og ég spyr borgarstjóra, finnst þér sanngjarnt að eitthvað sé einhvern veginn? Og ég veit stundum ekki alveg hverju ég get svarað, því að spurningin er afstæð og oft bara hreinlega af tillitssemi við fundarmenn, þá vil ég ekki lengja fundina að óþörfu, heldur þá fá spurninguna þá frekar í einhverju skýrara formi, en já, og bara að gera að beina spurningum til mín ef að ég get svarað
þeim þá reyni ég að gera það eins fljótt og auðið er og get alveg tekið þátt í svona einhverjum umræðum siðferðislega álitaefni þó að þau kannski oft séu meira í svona spekúlasjónastíl og borgarfulltrúi minntist eitthvað á borgarstjóra sem hafa verið hér áður og þeir eru jú eins misjafnir og þeir eru margir og hafa haft sinn persónulega stíl og það líka bara hluti af þessu embætti. Þetta svolítið, litast svolítið af persónu hvers og eins og síðan verður það bara sagan að dæma það og það sem manni finnst í dag getur verið breytt á morgun því að við höfum náttúrulega frjálsan vilja og við getum skipt skoðun en já, fleira vildi ég ekki segja. Takk fyrir. Þá hefur hv. borgarstjóri lokið máli sínu. Þá veitir andsvar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég veit nú ekki alveg hvert þessi umræða að fara og rétt að minna á það að borgarstjóri hefur ótakmarkaðan ræðutíma. En við borgarfulltrúar í svona andsvörum hefur við 2 mínútur í hvert sinn, þannig að það svolítið ójafn leikur hvað það varðar og ég get ekki, ef ég ætti að svara öllu sem hann kom inn á í sínu máli, þá þyrfti ég miklu meira en þessar 2 mínútur. En ég vil bara segja það og ég stend alveg við það. Mér finnst borgarstjóri ekki hafa staðið sig vel á þessu kjörtímabili við að svara þeim spurningum sem til hans hefur verið beint. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins beindum til hans í upphafi kjörtímabilsins fjölmörgum spurningum, ekki derfum, heldur bara spurningum sem bara hvaða borgarstjóri sem hefði fengið og okkur fannst hann og hafa gerað mjög lítið til þess að svara okkur og ég held að oft hafa hann heldur ekkert verið að hlusta. Einhvern tímann fannst mér að vera varfið það að hann var ekki eins og að hlusta, jafnvel þó spurningum væri beint til hans. En það skiptir ekki máli, við erum bara breyttum okkar vinnubrögðum, hættum að spyrjast ykkar spurning og fórum að leggja fram raunni allar skriflega, eins og menn hafa bara geta séð af fundargerðum. Ég vil líka gera athugasemd það sem borgarstjóri sagði að hann hefði lagt sig í líma við að svara þeim spurningum sem hann hefði þó meðtekið og ég ekki heldur sammála því og fjalla við þá vísi í það dæmi sem hann nefndi hér, það þegar ég spurði kostnað við Hörpuna, tónlistar- og ráðstefnuhúsið. Þar hefur mér fundist borgarstjóri algjörlega bregðast þeim skyldum sínum sem hann hefur gagnvart okkur borgarfulltrúum og raunar kjósendum einnig að komast að því sem var það sem ég spurði hver væri heildarkostnaður við tónlistar- og ráðstefnuhúsið. Það kom eitthvað svar sem stenst ekki skoðun og það alveg rétt, þetta svarið kom allt of seint en svarið var heldur ekki rétt og borgarstjóri hefði átt að ganga eftir því sem hann hefur samt ekki gert. En batnandi manni best að lifa og ég fagna því að borgarstjóri skuli nú bara taka jákvætt í það að taka við slíkum spurningum frá okkur og heitir því að hann muni svara þeim eftir bestu getu. Þá umræðum lokið þennan lið. Til afgreiðslu kemur tillaga fulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem hefst þannig: borgarstjórn samþykkir að skýr markmið verði sett á næstu 3 árum sem miða að því að fækka þeim nemendum sem markvisst sem lenda fyrir neðan þrep 2 í læsisprófi PISA og endar verkefninu fylgir fjármagn frá borgarráði. Lagt til að þessari tillögu verði vísað til borgarráðs. Þeir sem að samþykkja það gefi merki. Þeir sem móti því kunna vera. Það samþykkt með 9 atkvæðum gegn 5 og 1 hjásetu. Þá kynnir
bókun fulltrúa Besta flokksins og Samfylkingarinnar, borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kynni hér bókun borgarfulltrúa Samfylkingarinnar og Besta flokksins. Hún hefst svo: Það skal áréttað að síðastliðin misseri hefur starf skóla- og frístundasviðs mjög mikið tekið mið af niðurstöðum starfshóps drengi og námsárangur, enda var þess getið í málefnasamningi meirihlutans að vinna að því marki að skoða námsárangur með jöfn tækifæri stráka og stelpna í huga. Auk þess hefur læsistefna leikskóla verið unnin og samþykkt og hún nú í innleiðingarferli. Einnig hefur lestrarstefna grunnskóla verið samþykkt og á þessu ári hefur kynning og innleiðing beggja stefna verið í góðum gangi hjá kennurum beggja skólastiga. Allt þetta gríðarlega mikilvægur undirbúningur og nauðsynleg forsenda þess að hægt sé að fylgja börnum betur eftir í lestranámi sínu. Ekki rétt sem kemur fram í greinargerð að einungis 2 tillögur úr skýrslu starfshóps drengi og námsárangur séu komnar í skýran farveg. Margar tillagnanna lúta að verkefnum sem ná yfir nokkur misseri og eru allviðamikil. Ber þar hæst 3 ára átak í jafnréttisfræðslu til starfsfólks SFS, markmið mikilvægi öflugra ráðgjafar jafnréttis- og kynjafræðslu í öllu námi og frístundastarfi barna og unglinga sem birtist í nýlegri ráðningu verkefnisstjóra í jafnréttismálum, mörgulestrar hvetjandi verkefni sem sýna ótvíræðan árangur í aukinni ánægju og auknum áhuga ungmenna á lestri, sérstaklega stráka. Starfshópur vinnur nú að tillögugerð hvernig má draga úr kvíða stúlkna og vinna gegn óæskilegum áhrifum staðalmynda og sérvalið verkefni til að taka út með aðferðafræði kynjaðrar hagstjórnar snýr að sérkennslu barna. Þá hefur borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir kynnt bókun. Þá kynnir bókun borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kynni bókun Sjálfstæðisflokksins vegna afgreiðslu tillögurinnar. Enn og aftur grípur meirihluti Besta flokks og Samfylkingarinnar til þess ráðs að vísa tillögum úr borgarstjórn í borgarráð til frekari afgreiðslu. Það klassísk leið gamaldags stjórnmála til að svæfa málin í stað þess að taka skýra afstöðu til tillögu sem hefur beðið afgreiðslu í 2 ár. Ekki einungis þetta slök stjórnsýsla heldur einnig ótrúlegu flótti við að afgreiða skýra, vel rökstudda og áríðandi tillögu til að bæta lestrarleikni drengja sem nú þegar hefur legið í skúffu. Enginn fulltrúi meirihlutans tjáði sig efnislega tillöguna og því liggur ekkert fyrir stefnu meirihlutans í málinu og engin skýring á því gefin af hverju ekki hægt að samþykkja tillöguna. Þá hefur Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir kynnt bókun Sjálfstæðisflokksins við þessum dagskrárlið og honum þar með lokið. Þá tökum við á dagskrá annan lið endurskoðun